Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi mitt sumar. Margt framöndan hér í þættinum. Hérna aftast í þættinu þá kemur Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði til mín. Við ætlum að ræða efnahagsmál út frá tollastefnu Trump, ekki bara hvað árið það kann að hafa á efnahagsmálin í Bandaríkjunum, heldur heimsviðskiptin og hvaða árið þessi stefna mun líka hafa á pólitíkina í Evrópu og í Bandaríkjunum. En ég ætla líka aðeins að tala við Þorvald svona einhvers konar valdaskipti sem hafa átt sér stað í íslensku stjórnmálum. Við finnum það hvað gömlu valdaflokkunum líður illa með að vera valdalausir. Ég ætla aðeins að ræða við hann þau strömmhvörf í íslenskri pólitík. Við ætlum að skoða grunnskólana. Arnar Ævarsson kennslufræðingur sem kemur til Björn Þorláks hérna á eftir. Hann segir að meðvirkni og metnaðarleysi ríki innan grunnskólakerfisins og kvartar yfir því að það sé þöggun þetta ástand sem að þar að yfirvöld taki þetta ekki alvarlega og ræði ekki opinskátt og ekki heldur kennarasambandið. Við skulum sjá til hvernig þeim farnast að draga upp mynd af þessu, Arnari Ævarsinni og Birni Þorláks. Svo förum við til Kína. Ragnar Baldursson, hann samanburðar stjórnmálafræðingur, nýbúinn að ljúka doktorsprófi í Kína, þar sem hann fjallaði reyndar ekkert Kína, hann fjallaði heimsvaldastefnu Engilsaksa. En ég ætla að fá hann hingað til þess að segja mig frá Kína. Ragnar hefur búið í 25 ár af síðustu 50 árum í Kína og þekkir þar allt mæta vel. Kína náttúrulega stóra aðili í þeirri heimspólitík sem við erum ofta að fjalla hér við Rauðaborðið og ég ætla að ræða við hann svona innanríkismál í Kína. Ég ætla að fá hann svo aftur á morgun og þá ætlum við að ræða svolítið Kína, Kína í heiminum og í heimspólitíkinni. Mikill fengur að fá Ragnar Baldursson hingað heim til þess að fræða okkur Kína. Gísli Tryggvason, lögmaður, hann ætlar að koma hingað á eftir. Það svona hugmyndum hann komi hérna reglulega að Rauðaborðinu og fari yfir fréttir vikunar, eða svona fréttir dagsins, út frá svona lögfræðilegum álitamálum. Það eru ýmis mál í fréttum dagsins sem hafa svona lögfræðilegar hliðar. Það til dæmis hver ber ábyrgð á slysum og dauðsföllum í Reynisfjöru, hægt að sækja þar skaðabætur til einhvers, ríkisins, sveitarfélagsins eða landeiganda. Og ég held að hann og Björn Þorláks allir líka menn að ræðum það hvað á að gera þegar að sauðfé fer og býtur blóm af leiðum fólks, hvort að það sé lögfræðilegt mál sem hægt að eiga við. En við hlökkum til að heyra í Gísla að fá þennan vinkil hér inn á Rauðaborðið reglulega. En þetta prógrammi sem í kvöld. Ég minni á eins og ég geri oft að það eru áskrifendur. Sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa ákveðið að leggja samstöðinni lið sem halda henni gangandi. Og ef þú telur að samstöðin sé mikilvæg í íslensku samfélagi og vilt að hún lifi, þá hveti ég til þess að slást í þennan hóp og fara inn á samstöðun.is, það hnappur smástöndur áskrift. Þú getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskriftin sem mér satt að sé hlægilega lágt verð með við það efni sem við búum hérna til, sem mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég veit að það eru margir að núti sem eru fyrir löngu búin að ákveða innra með sér að gera áskrifundur en hafi ekki látið verða að því, það þekkt ástand. Ég hvet ykkur til þess að kýla á það eins og sagt Við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo byrja við kvöldsins. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, komið þið sæl. Réttur settur heiti á
spjalli eða þætti sem við stefnum að því að vera með stundum vikulega, veltu nú kannski á aðstæðum, en þar ætlum við að taka fyrir, lögfræðileg álitaefni sem tengjast oft á tíðum fréttum líðandi stundar. Og ég í hlutverki leikmanns og spyrils og veit sáralítið júrítísk efni. En Gísli Tryggvason, vertu velkomin lögmaður. Takk. Þú ætlar að axla þessa byrði með okkur. Hvernig sjáum við fyrir okkur þennan þátt svona þess utan sem ég drap á hér í kynningu áðan? Já, mér það ljúft og kannski skylt að taka þátt í þessu. Þetta skemmtileg tilraun að finna eitthvað, allavega á 2 vikna fresti úr fréttum sem að manni finnst stundum daglega að vera eitthvað áhugavert. Ef maður hefur áhuga á lögfræði, annarkvort sem fagmaður eða leikmaður, þá mjög margt sem vaknar upp í huga bæði sem efni til þess að fræða fólk og þeir sem að vita ekki nóg lögfræði. Það margir sem að spyrja út í líðandi stundu og fréttir. Já. Hvernig stendur á þessu? Akkur þetta svona? Stundum fáum við mat ólíkra sérfræðinga sem til dæmis með reynisfjöru daginn og gott ef við munum ekki rappa aðeins það núna og eftir síðar. En þá voru lögspekingar sem að voru með ólíka sýn og í rauninni túlkuðu lögina þér veistust ólíkt hvað varðar mannréttindi og rétt eða skyldur ríkisins. Já, og annara. Ég kem sjálfsagt með þriðju nálgunna núna. Það því miður það oft þannig í hugvísindum eins og lögfræðin að það ekki augljós ein niðurstaða. Sumir telja það sé alltaf ein niðurstaða, eins og Jón Steinar Gullason hefur talað fyrir. Það sé bara stundum erfitt að finna hana, en ég held að sé nú fleiri á hinni skoðun að það mikið matskennt í lögfræðinni að það erfitt að segja að ein niðurstaða sé alltaf eða oftast augljós eða nærtæk. Já. Þess vegna náttúrulega skiptir bakgrunnur til dæmis dómara og annara valdhafa sem að hafa úrlausnarvald máli, eins og við ræddum einhvern tímann að þegar dómara koma allir úr einni átt eins og þeir gerðu gjarnan, yfirstétt, hægra megin, kallmenn, höfuðborgarsvæðið. Já, það ekki fyrir í seinni tíð sem að konur, vinstri menn eða allavega ekki harðir hægri menn, landsbyggðarfólk fóru að dæma í einhverjum mæli. Við getum kannski litið á þetta sem almannaþjónustu, upplýsingaþjónustu við almenning. Já, þetta Já, það sem við ætlum að reyna að gera. Þú hefur náttúrulega verið í þessu í áratugi að uppfræða og ég verða að viðurkenna, ég hef alltaf haft gaman að því kannski að ég komin að kennurum að alveg síðan ég var ungur laganemi þá hef ég haft gaman að því að fræða sem blaðamaður með fasta pistla og síðan sem framkvæmdastjóri Bandalags háskólamanna, þá var ég ofta að fræða lög og rétt sambandi við ráðningarréttindi réttindi og skyldur opinberra starfsmanna aðalega. Síðan var ég talsmaður neytenda og þá hafði ég eiginlega ekkert vald nema rökin sem ég kom með í málum ég hafði ekkert svona úrskurðarvald eða sektarvald. Þannig að ég svolítið enn í þessu að fræða, hef gaman að því, já. Og samstöðin stöð almennings. Eigum við að kíkja á fyrsta málið sem okkur langar að ræða. Það má kannski nefna að Morgunblaðið flutt okkur frétt, ég held að það bara verið í gær sem tengist eins og Guðunismáli eða tálbeitu. Það hvar spennan í þessari frétt? Hver svona... Já, það nú búið að svo margar fréttir af þessu máli og margar spennur, Það talað tálbeitur, já, í þessari frétt, en tálbeita iðulega notað sem hugtak yfir manneskju á vegum lögreglunar sem að fá glæpamenn til þess að
náglæpamönnum og þá spennan í slíkum málum sko að hálfbeitan má ekki ganga og langt í að fá menn til þess að fremja glæp sem þeir hefðu annars ekki framið. Heldur frekar verið að reyna að upplýsa brot sem hefðu verið framinn sko. Já. Þannig hins verið að nota orðið tálbeita yfir einstaklinga, ungt fólk sem að taka það upp í sjálfum sér að lokka meinta barnanýðinga fram og ná þeim og veita þeim einhvers konar ráðningu sem auðvitað búið að vara við og síðan fer þetta í þessu tilviki Gufunesmálinu út í það að maður deyr og þetta blandast náttúrulega inn í þetta hrein fjárkúgun og nú voru fréttir af því sagðar að einn sakborningi í málinu hefði reynt að fá annan sakborning til þess að taka á sig alla sök og slíkt getur auðvitað samkvæmt íslensku lögum verið refsivert en menn eru að benda á sjálfan sig þá það kannski rangur framburður. Það allavega þegar alls saklaus maður tekur á sig sök þá getur það verið refsivert að taka á sig sök, rangur framburður. En þegar eins og í þessu tilviki það sem hugsanlegur samverknaður, menn standa saman á því að deyða mann með einhverjum hætti, allavega lítur rannsóknin og ákæran að því held ég. Að þá kannski erfiðar að segja að það sé refsivert að gera þetta sem að þessi sakborningar voru að reyna og inn í þetta blandast nú að ef að maður hefur samþykkt að taka á sig sök sko, þá getur það haft áhrif samkvæmt íslensku lögum og það nú til kandidatsritgerð þetta tiltölulega nýleg sem fer yfir norræna rétt sko, þetta aðeins öðruvísi í Noregi og Danmörku og svo Svíþjóð og Íslandi en það eru til dómar þetta frá Hæstarétti þar sem að menn jafnvel gerast sekir brot á lögum rangan framburð fyrir rétti og lagaákvæðum rangar sakargiftir. Já. Svona aðeins og ská inn í þetta kemur það fyrir að við blaðamenn notum röng hugtök já, það þannig að við erum náttúrulega ekki löglærðir sjálfur, fæstir okkar, það var reyndar þannig að þú varst að tala að þú hefur áður verið blaðamaður ég var einu svona ritstjórn þar sem voru 2 lögfræðingar á meðal blaðamanna. Já, hvar var það? En það var á sko degi tímanum að ég hygg í Bræðingnum og þegar þessi 2 blöð saminuðust og ég man eftir fleiri ritstjórnum þar sem að lögfræðingar voru í ritstjórninni en þetta svona á því sem að við blaðamenn köllum gullaldarárin þegar var svona... Já, ég held að það sé nú orðið aðeins víðar, það blaðamaður á DFF sem lögfræðingur, skólasystem mín held ég og svo nú lögfræðingur í fréttasettinu hjá Sín, Stöð 2 þannig að það sem betur aðeins aðeikast. Eigum að fara þá, erum við búin að tæma þetta sem þú hefur að segja Gufunesmálið? Já, það var líka annað refsimál sem að þið nefndu þegar vorum undirbúið þetta með að reyna að, ekki koma sök á aðila heldur. Hilma yfir, sko. Nánum samböndum og einhvers. Já, það voru sagðar fréttir af því í sorglegu máli eins og þessi máli nú oftast að nánir vandamenn hefðu reynt að hilma yfir í menningarnætur morðmálinu og þar það þannig í íslensku lögum að það getur verið refsilaust að hjálpa nánum vandamanni að komast undan saksókn og eitthvað getur verið að dómsmálaráðherra vilji breyta því en þannig þetta núna. Eigum við að svissa yfir í virkjanamál, virkjunarleyfi til bráðabirgða, ég hef nú fann að sjá svo illa, ég að setja gleraugun, virkjunarleyfi til bráðabirgða, eins og einhver sagði, til varanlegra spjalla á náttúru, þá erum við að tala það að Umhverfisorkustofnun hefur veitt Landsvirkjun virkjunarleyfi til bráðabirgða vegna undirbúningsframkvæmda við Hvammsvirkjun. Já,
þar nú ekki sérfræðingur en það eru næstu því 30 ár síðan ég var aðeins að vinna fyrir Landsvirkjun varðandi línulagningu og slíkt, ekki eins umfangsmikið og virkjanir en það náttúrulega alveg ljóst að Hæstiréttur dæmdi samkvæmt þágildandi lögum í þessu máli og felldi úr gildi leyfin sem að voru komin svo setur Alþingi lög sem að kannski má kalla sérlög að það eigi að vera heimilt að virkja þarna og þá telja sumir að það sé einhvern veginn verið að fara inn á svið dómsvaldsins en það held ég sé nú ekki, það hefur gerst iðulega að löggjafinn bregst við eftir á eða þjóðþingið að þegar dómstólar hafa kveðið upp úr hver réttastaðan var að þá breyti löggjafinn réttastöðunni og það fullkomlega heimilt og margir myndu segja að það veri fullkomlega lýðræðislegt að þjóðkjörnir fulltrúar ráði meiru en nokkrir embættisdómarar. En mér finnst eins og fleiri hafa nefnt mjög skrítið að tala virkjunarleyfi til bráðabirgða. Það að vísu talað að það sé verið að leyfa að halda áfram með framkvæmdir sem voru hafnar. Já. En þegar er að ræða óafturkræf eða illa afturkræf afturkræfar framkvæmdir, þá finnst mér voðalega skrítið að tala til bráðabirgða. Og þá spurning verið að ýja því þegar stjórnvaldi veitir svona leyfi að það verði þá veitt til frambúðar líka. Já, það skiptir nefnilega máli hvaða orð við notum upp á pólitíkina oft í málum. Já, einmitt, þetta áhugavert. Eigum við að kíkja á Reynisfjörumálið sem við impruðum á áðan. Já. Og hvernig á ég að vera það svona ábyrgð aðila við heyrðum lögmenn deila einmitt ábyrgð, sök, skyldur ekki alls fyrir löngu og ég átta mig sjálfur bara ekkert á því hvað rétt og hvað manni á að finnast þetta lagalega úrlausnar efni. Hver þín skoðun á því? Já, í fyrsta lagi þetta náttúrulega ekki bara lagalegt, þetta náttúrulega fyrst og fremst bara samfélagslegt og verkfræðilegt, tæknilegt úrlausnarefni að reyna að hindra slys þarna. En ef við förum yfir í það sem ég hef meira vita á en slíku lögfræðina, að þá nú fyrsta nefnilega ég hef nú aldrei komið hana, ég þarf að fara að koma mér hana, en maður hefur séð ótal fréttir og myndskeið frá þessum stað. Ef maður skjóta inn í það varast fjöldi Íslendinga sem eftir þetta skelfilega barnaslys barnsins sótti Reynisfjöru heim í fyrsta skipti. Já. Þannig ef það verið að tala það hægt að tala náttúrulega bæði refsiábyrgð á því að vera valdur að dauða mannesku beint eða óbeint, en það hefur nú enginn talað það, þannig ég ætla nú ekki að eyða miklu púri í það, en það sannst hægt að vera svo ábyrgur eins og í vinnuslysum eða óbyrgur þegar maður hefði átt að sína ábyrgð að það getur komið til refsiábyrgðar þegar manneskja deyr. Getum við að kalla það glæpsamlegt gáleysi? Já, eitthvað svoleiðis. Manndráp á gáleysi eða refsivert athafnaleysi eða fyrirhyggjuleysi. En ég ætla ekki að eyða miklu púður í það, heldur frekar í bótaábyrgðin sem hefur verið mest rædd, skaðabótaábyrgð. Og þá fyrst að nefna það sem að prófessor í skaðabótarétti hóf nú eiginlega kennslun á í gamla dag að segja að meginreglan að menn bera sjálfur ábyrgð á sér. Það bara það sem kallað var lífets risiko. Ef maður lendir í einhverju, loftsteini eða gengur fyrir björg eða eitthvað, þá það yfirleitt maður sjálfur. En þegar að ræða börn og neytendur eins og kannski í þessu tilviki þegar það einhver atvinnustarfsemi tengd þessu, þá flækist málið. Nú Robert Spano, prófessor, hefur innbráð því sem fyrirverandi forseti Mannréttindadómstóls Evrópu að það kunna koma til bótaábyrgðar ríkisins fyrir að hafa ekki sett skýran lagaramma eins og væri kannski eðlilegt. Mér finnst það nú
svolítið að sækja vatni við lækinn sko, en það er auðvitað hugsanlegt, hann er sérfræðingur í þessu. Mér finnst nærtækara að skoða bótaábyrgð út frá reglum ábyrgð fasteignareigenda og út frá reglum ábyrgð svona skipuleggjenda og í sumtilfellum getur þetta farið saman en hugsanlega hafa landeigendur þarna passa sig á að vera ekki með sko beinlínis sölu inn á svæðið heldur skákaðir væntanlega í því skjólinu að það sé verið að rukka bara fyrir bílastæði en svo hafa þeir væntanlega staði fyrir einhverjum skilta merkingum og björgunar búnaði sem að allavega fréttir sögðu frá að væri gallaður. Þannig að mér finnst svona alveg hugsanlegt að það komi til í þessu máli eða einhverju svipuðu, þetta er nú gerst sorglega oft, að það komi til bótaábyrgðar fasteignar eiganda og landeigenda og þeirra sem að hefðu átt að standa öðruvísa málum og þá má kannski skoða eins og gertir í skaðabótaréttinum hversu dýrt hefði verið að fyrirbyggja slys eða stuðlaði að minnka líkur á slysum. Ætti til dæmis að standa bara að börn eiga ekki erindi hingað. Það veri ákveðin viðvörun af því að í þessu tilviki var það til dæmis barn sem að dó sem að eru auðvitað léttara og ekki eins sint og ekki eins klárt sko og þetta er mjög sorglegt en það væri ein leiðin að bara segja börn eiga ekki erindi hingað eða þetta sem að mikið hefur verið talað að skiltin hafi verið sko ekki nógu góð og einhver hafi verið fokinn og átt eftir að setja upp reipi hafi verið stutt og lélegt. Gult svæði sem vitna var til á skilti sem stóð en enginn fann línuna. Já, gult svæði og þarna hefði kannski átt að lofa rauðljós með hvað veðri var vont þessa daga eða þennan dag. Þannig að það er mjög margt sem manni finnst svona varhugavert og mig grunar að nú sé verið að skoða það lögfræðilega líka hjá landeigendum sko einhver ábyrgð. Hvernig ætlaðu að verjast ef að það kemur til ábyrgðar. Og kannski hefði verið eðlilegt að eyða því frekar í einhverja tæknimenn sem að hefðu fyrirbyggt slys. En tilgangur skaðabótaréttarins eins og reyndar refsiréttarins hann er ekki bara að bæta tjón sem hefur orðið, það er sannst, ef aðstandandi sækir bætur fyrir missi nákomis ættingja þá er það einn tilgangurinn, annar tilgangurinn er varnaðaráhrifin. Skaðabótarétturinn hefur það í för með sér, eins og við þekkjum kannski betur frá Bandaríkjunum það sem henn passa sig mjög vel að því að bætur getur orðið svo háar. En sko ef að landeigendur vita það að ef þeir standa illa að verki og merkingum og öryggisatriðum að þá geti vofað yfir þeim bótaábyrgð allavega, að þá kannski standa þessi betur. Því miður er það oft þannig að bæði refsivöndurinn og fjárhags áhrifin af bótaskyldu geta haft þessi varnaðaráhrif. Og manni dettur í hug að þetta mál núna gæti vísað að einhverju leyti út fyrir sig að svona fleiri landeigendur hafi fengið spark í rassinn og svona sjáu fyrir sig að Mér finnst þetta samt svona frábrugðið því til dæmis þegar verður slys við flúðasiglingar eða bara við að labba við á en það vita það allir fullorðnir einstaklingar að maður verður að passa sig við straumþunga á en það vita það kannski ekki allar fjölskyldur sem mæta í sko Reynisfjöru að þarna sé bara manndrápshætta og skiltið sko tók ég eftir í fréttum að það tala lífshættu á íslensku en bara hættu á ensku. Mér fannst það til undarlegt misræmi. Þarna ætti kannski að segja lífshætta líka á ensku. Já, og flest kynningarefni þetta náttúru fyrirbæri vísavist til fegurðar og stórfengleika en bara ef við rýnum í efni á ensku eða erlend tungumálum þetta sem hefur verið nýtt af hálfu þeirra sem hafa markasett þetta þá er eiginlega ekkert rætt hættu. Nei. Og þarna er auðvitað stundum væntanlega að ræða sko fólk sem kemur á eigin vegum, bara á bílalegu bíl eða eitthvað. Aðrir koma kannski í skipulögum ferðum og þá reynir á
hugsanlega ábyrgð, ekki bara landeiganda og landeiganda, heldur líka skipuleggjenda og þar getur þú sagt frá því að fyrir rúmum 20 árum flutti ég mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur sem að ríkið áfrýjaði ekki að því að það vildi kannski ekki fá fordæmi. Þar var að ræða skipulagningu ferðar á vegum spítala og sjúklingar og hjúkrunarfræðingar voru sem sagt í ferðinni. Eitt sjúklingurinn misti stjórn á sér og tók eitt starfsmanninn, einn hjúkrunarfræðinginn eiginlega í tímabundna gíslingu og sló mjög harkalega. Þannig að það olli varanlegu heilsutjóni og það var ákveðið það sem ég var að vinna hjá BHM og fyrir hjúkrunarfræðinga að það var ekki við hæfi að stefna geðsjúklingnum sem að þarna átti í hlut. Hann var í rauninni ekki almennilega ábyrgur gerða sína, heldur var ákveðið að stefna skipuleggjandanum sem var Ríkisspítalinn og það mál vannst með því að þar hafði skipuleggjandinn ekki haft nægilega góða umgjörð, til dæmis að vera með bara öryggisatrið á hreinu og svona gæslu fyrir í þessu tilviki miðaldraði eldri konur sem voru hjúkrunarfræðingar. En sko þessa utan ekki sjaldgæft að svona ferðir séu farnar? Mér finnst bara merkilegast að svona ferð hafi verið farin. Með sjúklingana? Var þetta nauðsynlegur flutningur? Eða? Nei, þetta var nú skemmtiferð sko. Skemmtiferð starfsmanna og sjúklinga? Já, þetta var nú skemmtiferð fyrir sko sjúklingana til þess að veita þeim. Já, þjónustuferð fyrir sjúklingana. Já, svona bara til þess að þeir hefðu eitthvað annað að gera en bara að setja inn í sko. Það held ég nú verið mjög eðlilegt sko. En ég skildi það eins. Já, og svo það er líka frægur dómur sem ég held að hafi farin upp í Hæstarétt fyrir 20-30 árum. Það var slys við Glim í Hvalfirði. Þar var maður sem var í skipulagðri ferð og ofan á hann féll steinn og hann misti held í fótinn og sá fór í mál við skipuleggjandann sem bar ábyrgð á þessu. Ég man ekki alveg hvort það var að því að það var slæleg öryggisgæsla eða hvað eða lélega viðvaranir en skipuleggjendur bera iðulega ábyrgð. Þannig að það af nóg að taka í þessu sorglega máli. Heldur betur en búið að vera mjög upplýsandi að heyra þessa punkta frá þér. Ef það var enn okkur yfir í mál sem að, ég get nú bara sagt með nokkur stoltið að maður hafi kannski átt einhvern þátt í að koma í umræðina að eftir sumarfrí þá bjó ég yfir upplýsingum bílastæðagjöld og vafasamar rukkanir í þeim efnum. Við veitum, þú veist hvernig þetta á sumum bílastæðum bara topp þjónustað, þú kemst á klóstið, þú borgar hóflegt gjald og allt í fínu lagi og það eru til fyrirtæki sem að reyna ekki að senda út einhverjar sektir eða eitthvað svoleiðis og bara hóflegt gjald, 600 kall eða eitthvað svoleiðis og kunni bara þakka fyrir sig að það sé fólk sem að tíni ruslið og eitthvað svona fyrir gestin en svo eru bara önnur fyrirtæki og jafnvel stofnanir sem að seilast ansi langt og ég var með Breka Karlsson strax eftir sumarfrí í síðustu viku þar sem við vorum að ræða þetta, hann var að bílastæðamálin, hann þetta svona í sömu tilvikum einhvers konar villt vestur og hann sagði að 5 kvartanir berast neytendasamtökunum á hverjum einasta degi og hann sagði að það væri ekkert sem benti til þess að sektirnar þegar þú hefur ekki greitt eitthvað og svo færðu innheimtu kröfu upp á eitthvað 6-7 skall held ég í stærstu tilvikunum hann sagði bara ekki borga þetta fyrirtækin hafa ekki heimild til þess að sagt ykkur, það þurfa að vera opinberir aðilar og er þetta augljóslega þannig? Sko ég veit að neytendasamtökin eru að gera einhverja úttekt á þessu ætla bregðast við þessu gjörbreytta umhverfi sem er komið í þessi mál og það má kannski segja að frá hagfræðileg sjónarmið sé gott í borginni eða í öðru þéttbýli að rukka fyrir þessi takmörkuðu gæði sem að bílastæði eru en svona lögfræðilega og neytendaréttarlega þá
má nú fyrst minna á það að það eiginlega bara 3 leiðir til þess að stofna til kröfu fyrir utan svona sjaldgjafa leið sem heitir órétt með dauðgun. Það í fyrsta lagi þegar lög kveða á að einhver eigi að borga eitthvað, bara eins og skattar. Í öðru lagi þegar samningur stofnast, maður ákveður að kaupa flösku af vatni eða kóki, þá það samningur sem kveður á maður eigi að borga. Já. Og svo það skaðaverk. Eins og við vorum að tala áðan þegar maður með athöfn eða athafnaleysi veldur tjóni. Og þá spurningin á hvaða grundvelli sækja þessi bílastæða fyrirtæki eða milligöngu aðilar sem eru að vinna iðulega fyrir fasteigna eigendur, hvernig sækja þau rétt sinn til þess að krefja fólk þetta. Það ekki með lögum, það stendur hvergi lögum almennt að menn að borga fyrir að leggingstar. Það ekki með skaðaverki, það ekki, maður veldur ekki neinu tjónum eða leggja það sem maður má leggja. Þannig að það væntanlega í samningaréttinum sem að fyrirtækin sækja sína stoð. Já. Nú það ekki skrifa undir samning, það ekki skilvirkt að maður þurfa að skrifa undir samning að mega leggja hér í korter. Þannig að það fyrirtæki byggja væntanlega á því sem kallað samningsígildi. Það að segja að þú ákveður að kaupa þjónustu vitandi hver gjaldskráin vitandi í fyrsta lagi það sé gjaldskylda og vitandi hver gjaldskráin Já. og þannig það iðulega þegar maður fer í sjálfsala eða í nútíma umhverfi að sækja sér þjónustu. Og þá snýst þetta skiltun og eins og þið lögðu þessa spurningu upp, hægt að rukka mann óafvitandi bílastæðagjöld? Ég held að svari við því sé alveg örugglega nei, en maður veit ekki að þessu eða gat ekki einu sinni vita að þessu. Ég meina þegar maður keyrir inn í Hörpuna þá sér maður sæmilega, maður ekki hálfblindur, að það sé gjaldskylda og hver gjaldskyldan það þarf að koma líka fram hver hún Einmitt. Og þá eðlilegt að rukka fyrir það ef það ekki óhóflegt. Síðan menn að kalla þetta stundum sektir, það væntanlega rangnefni, ég meina sektir heiti á refsingu sem að ríkið leggur á sem viðurlög við refsiverðuverknaði, en ef við köllum þetta eitthvað annað, févíti eða vanskilagjald eða eitthvað, þá þarf það líka að sækja stoð sína í gildan samning eða gilt samningsígildi. Og það má minna á það allir með dráttarvextir sem staðlaðar skaðabætur fyrir að greiða kröfu of seint. Ef að þú skuldar 1000 krónur og færð rukkun, þá má 30 dögum síðar eftir að þú fékkst rukkunina rukkaðu dráttarvexti, ekki fyrr, eins og mjög margir gera. Það iðulega lagður á dráttarvexti bara eftir nokkra daga sem óheimilt. Nema samningur leyfi. Lög leifað ekki fyrr eftir 30 daga, þannig að úr því að ríkið hefur sett lög vexti og þar með dráttarvexti, getur þá bara hver sem ákveðið að kalla eitthvað gjald, vanskilagjald, ég held ekki. Nei. Það þarf að vera allavega vel skiltað og það þarf að vera hóflegt, annars þetta víkja því til hliðar. En því miður það hérna þannig að það ekki að vera í hópmálsókn. Nú sögðu því frétt í morgun að samtök ferðaþjónustunnar eða mörg fyrirtæki innan þeirra samtaka ætla að taka þátt í alþjóðlegri hópmálsókn út af misnotkun á markaðsráðandi stöðu eða samkeppnisbrotum hvað heitir það þarna, hotelbooking eða eitthvað svoleiðis? Já, þau geta gert þetta í krafti laga í útlöndum, en neytendur hér geta ekki farið í hópmálsókn nema að stofna eitthvað flókið félag og eitthvað sem að sumir kalla hópmálsókn. Þannig að það ekki hægt að fara í hópmálsókn til dæmis út af bílastæðagjöldum sem að mér finnst eðlilegt. En þess að ef það væri bara sá möguleiki fyrir hendi, þá myndu fyrirtækin passa sig. Já. Og svo endalaust tekist á hvort þetta hafi verið merkt sönnunarbyrði, hvort þú sért sem sagt upplýstur sem neytandi það að eigi að rukka þig. Já, það kannski ekki flókið að taka mynd af skiltunum og svona, en það auðvitað flókið fyrir venjulegan mann að takast á það fyrir dómi sem kostar 100.000 ef ekki milljónir, þegar gjaldi þó bara 6.000 þessu í höstuluki eða 12.000 eitthvað skilur. Margir sem flýja vesinn bara með því að greiða. Já, og þeir skáki í því skjóli að atvinnulífinu hefur tekist að koma í veg fyrir hér að hér séu lög hópmálsókn
og fyrir vikið þá viðgengst svona lögleysa mjög oft. Þetta er svo sannarlega eitthvað sem verður áfram rætt. Takk fyrir þetta. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, er farin að skrifa Facebook-færslur um þetta. Já, lendi hún í þessu sjálf eða? Nei, ekki hún sjálf. En eitthvað sem hún hefur kannast við og þar er gjaldið sem nefnt er 5.750 krónur eftir því sem kemur fram á síðu Hönnu Katrínar. En við skulum þá fara í, ég veit nú ekki hvort við getum kallað þetta skemmtilegri frétt. Það er nú kannski ekki víst að öllum finnist það, en RÚV flutti okkur frétt það að sauðfé legðist á kirkjugarð og ætti sumarblóm upp til agna, og það er náttúrulega alls ekkert fyndið og getur valdið fólki eflaust bara mjög miklum skaða. Það er nú fátt sem er viðkvæmari en dauðinn, og eftir sjá okkar látnu ástvinum sem mörg okkar heimsækjum reglulega kirkjugarðana. En spurningin er, má beita fé hvar sem er og jafnvel á kirkjugarða? Já, þarna ætti nú að vera skýrt svar að það mætti að sjálfsög ekki beita fé, en má fé sleppa út og fara óvart í kirkjugarða, hvaða afleiðingar hefur það? Það er eins og nefnir, það er tilfinningatjón ef maður hefur sett sumarblóm á leiði ástvinnar. Ég held að svari sé því miður ekki eins skýrt og ég hefði viljað. Það er nú einhver munur á því eftir sveitafélögum hvort að svokölluð lausaganga búfjár sé leyfð. Og ef að hún er leyfð þá getur þetta verið svolítið flókið. Ef að hún er hins vegar ekki leyfð þá væntanlega á búfé eins og kindur ekki að sleppa inn í kirkjugarða frekar en annað. Ég myndi vilja að reglan væri þannig, að ég er nú trjáræktandi, að þeir sem að eiga búfé beri bara ábyrgð á því að gera það inni, að það sé ekki trjáeigendur eða kirkjugarða umsjónaraðilar sem þurfa að gera það sitt frá búfénu. Það vill svo til að ég sótti einu sinni bætur fyrir skjólstæðing. Það var endur ekki út af kindum, það var út af geitum. Þá hefðu geitur stokkið yfir girðingar þar sem þeir áttu að vera geymdar og skemmt mjög sumarbústaða garð, og skjólstæðingur minn fékk að lokum bætur fyrir þessi spjöll. Og ég held að það sé nú ekki að því að þetta voru geitur, en geitur eru held ég duglegri að stökkva en kindur, þó ég sé ekki vel á mér í því. En þetta var heilmikið mál að sækja þetta og allt og mikið mál fyrir venlegt fólk, en það vannst að lokum. En maður myndi vilja sjá fleiri fordæmi það að búfjáreigendur bæru bara ábyrgð á að gera það sitt fé inni frekar en aðrir að passa sig fyrir þeim. Það fyrir að líða á tíma okkar. Við erum með eina spurningu hvort faðmlag í skemmtiferð sé brot á lögum eða góðum siðum. Og þar er verið að vitna til fréttaflutning sem að ég held að Morgunblaðið hafi startað á laugardaginn síðasta ríkissáttasemjara sem nú er Ástráður Haraldsson. Það verið umræða hans mál sem að ég held að flestir þekki. Ég ætla ekki að endur segja það, en getum að spurt eins og ég spurði. Já, spurningin er liggur fyrir að þetta hafi verið faðmlag. Ég hef bara séð fréttur að þetta hafi verið óþægileg snerting. En það var ekki, ég hef ekki séð fréttir hvernig snerting, en ef við gerum eins og áðan að skipta þessu upp í refsirétt og annað réttasvið, þá er náttúrulega í fyrsta lagi hægt að ímynda sér refsiviðurlög við einhverju káfi, og það hafa verið þjóðþekkt mál út af slíku nýlega til dæmis. Þannig að það getur verið refsivert, en ef við segjum að þetta sé utan við þann ramma, þá er spurning, getur þetta haft einhver önnur áhrif? Það er náttúrulega í fyrsta lagi bótaábyrgðin, og svo eins og þarna virðist vera gefið í skyn að þetta geti haft einhver vinnuréttaleg áhrif,
og það vil nú svo til að maður sem á hlut nú sérfræðingur í vinnurétti og mér finnst svolítið skrítið að eitthvað sem að maður vændur 3 árum síðar að hafa gert sem verktaki að það geti haft vinnuréttarlegar afleiðingar í starfi, embætti sem að maður gegnir nú. Þó þetta sé sami vinnustaður, þá þetta ekki sama réttarsamband. Eitt þegar annar ríkissáttasemjari réð Ástráð sem verktaka, sem einhvers konar aðstoðarsáttasemjara. Og seinna varð hann held ég vara í mannaðarsamteki, en nú hann skipaður embættismaður og það, mér finnst svolítið hæpið að grafa þá upp 30 ára gamalt mál. Ég veit þetta ekki hversu alvarlegt þessi meinta snerting var, en það getur tæplega haft starfsréttar afleiðingar í núverandi embætti mannsins. Einmitt. Komast við yfir fleira ef þú kíkir á klukkuna eða erum við fallinir á tíma? Já, við getum sjálfsagt tekið stuttlega á 1 eða 2 fréttum. Ef að enda á mjög svo hvað maður að segja mikilli sprungu þreytu sem varðar hjá mörgum. Ég var síðast í gær að tala við forvarna fulltrúa hér á samstöðinum brennivínsmálin og hvernig allt veður upp þar í sölu og svona verið að breyta viðmiðum og við erum við höfum orðið vitni að miklum breytingum á aðgengi að áfengi og svona og fyrirverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra Sif Friðleifs, hún segir þetta furðu að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi ekki enn lokið rannsókn á fólki sem selur áfengi á netinu í trássi við lög. Hvar ert þú staddur í þessu? Já, ég undrast þetta nú eiginlega oft í viku, hvað menn ganga langt í að auglýsa og bjóða upp á áfengi, bæði framboðið sjálft og auglýsingin og duldu auglýsingarnar. Og þarna kom ég að þessu sem talsmaður neytenda í samstarfi við fjölmarga aðra að reyna allavega að sporna gegn því að þetta yrði sýnilegt eða falboðið börnum. Síðan finnst mér eins og Sif nefnir í þessari ágætu grein furðulegt að þetta sé ennþá á meintu gráu svæði eða ennþá í skoðun. Mér finnst að svona ég vera löngu komið í ljós af hálfu saksóknarvaldsins og dómstóla hvort þetta bannað eða refsivert. Spyr spurninga rannsóknar vilja. Já, auðvitað skilum maður það að lögregluembættið í Reykjavík og víðar og forgangsraði morðum og nauðgunum ofar en þessum málum, en það þarf samt að sinna þessum málum og hugsanlegum brotum á sérrefsilögum eins og áfengislögum verður að sinna. Annars verður bara komið ljós, þetta ekki refsivert. Það verður annarkvort að komast að þeirri formlegu niðurstöðu hjá embættinu eða hjá dómstólum ef það er hægt að halda því fram að þetta sé refsivert, þá verður að láta reyna á það og svo kemur annarkvort sakfelling eða sýkna og þá getur löggjafinn eins og við nefndum áðan í virkjunarmálinu og öðrum málum þá getur löggjafinn brugðist við, eigum við þá að laga réttarastandið ekki. Mér finnst ófært að þetta sé endalaus deila hvort þetta sé refsivert, hvort þetta sé leyft. Það líka slæmt fyrir þá sem vilja hafa atvinnu af því að bjóða áfengi til sölu, að þeir sé í óvissu. Já. Ég amaður, þannig að ég læti þetta ekki snerta mig persónulega. Ég komst alltaf í áfengi þegar ég vildi. Mér fannst það ekki vera vandamál. Mér finnst aðalmálið að þetta sé ekki falboðið börnum og að mér finnst það svona draga undan virðingu við lögin ef það er endalaust hægt að deila hvað er leyfilegt og hvað ekki. Auðvitað geta lögmenn verið á mismunandi skoðun eins og við nefndum í Reynisfjörumálinu hvað er nærtækasta hugsanlega bótaábyrgðin. En að ríkisvaldið sé ekki með á hreinu löggjafinn, ráðherrar, lögreglustjórar og dómstólar, hvort þetta er leyfilegt eða ekki, það bara varðar við atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrárinnar líka. Já. Og líka ákvæði stjórnarskrárinnar að það gæta lýðheilsu og börnum. Það er nefnilega það að þegar þú segir að maður skilji það að lögreglan
fari frekar í rannsókn og ábeldisbroti beinu og einhverju svona einu tilviki heldur en svona, þá væri samt hægt að færa mjög mörg rök fyrir því að lýðheilsuleg og forvarnarleg og samfélagsleg áhrif af því að draga lappirnar í þessu máli geti trompað hvert þjófnaðan og fætur öðrum. Já. Ekki satt? Jú. Já, einmitt. En Gísli, það búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt að þreifa sig hérna áfram í þessu nýja formi sem að við erum með, réttur settur. Við höfum gert okkar besta til þess að hérna ræða á mannamáli, kannski sumuleyti flókin álitaefni, úrlausnarefni, öll tengd fréttum líðandi stundar í þetta skiptið. Leiðir ekki bara sæmilega með þetta? Jú, mjög vel. Það var gaman að hitta þig og vonandi bara verður þetta reglulegur þáttur eins og við stefnum að. Sumuleiðis, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Og við vonum, kæru hlustendur og áhorfendur, að ykkur hafi líkað þessi frumraun, kannski hefum við eftir að slípa þetta og ná betri tökum á forminu, en segjum þetta gott í bíli, en ekki fara langt, við höldum áfram með þáttinn. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, við ætlum við höfum rætt hérna mikið við Rauðaborðið breytta heimsmynd. Við erum að fara úr tímabili svona einpóla heims þar sem að Bandaríkin voru eina heimsveldið og héldu og fengu marga til þess að halda að við verum öll á leiðinni að verða einhver svona Bandaríki, en núna erum við komin inn í fjölpóla heim og við höfum verið að ræða það við ýmislegt fólk árið þess á Bandaríkin og Evrópu og okkur. Og svona stundum reynt að skilja þessar breytingar frá öðru sjónarhorni og við ætlum að reyna að gera það svolítið núna. Hann hingað kominn Ragnar Baldursson, samanburðar stjórnmálafræðingur sem múin að vera í Kína oft og lengi og var nú að klára doktorsritgerð þar sem reyndar bandaríska eða enska heimsaldastöfnu, engilsaxneska. Já. Herðu, en þú er búin að vera lengi. Hvenær komstu fyrst í Kína? Ég kom fyrst í Kína 1975 og það er í lok menningabyltingarinnar. Þannig að ég var í Kína þegar Mao lést, 1976. Og hefur síðan komið reglulega til Kína? Já, ég var í 4 ári námið þá og lærði þar sem sagt í lok menningabyltingarinnar sá áður en breytingarnar og opnaði Kína hóst, hvernig þetta var og síðan hef ég fylgst með því og komið náttúrulega þetta eitthvað í millitíðinu, við með kennsluréttið á Íslandi og fór til Japans, lærði japansku og svona. Og síðan var ég, þegar Ísland ákvað að opna sendiráð í Asíu, þá hafði utanríkisráðuneyti samband við mig og mér var boðin vinna í utanríkisráðuneytinu. Eitt fárra Íslendingar sem kunni kínversku? Já, kínversku og japansku. Og þá væri ráðin til að fara til í utanríkisráðuneyti sem bara diplomat og fór fyrst til aðstoða við opnum sendiráðsins í Peking og síðan þegar það var opnað í Japan. Þannig að ef ég tek allt á líklega verið 25 ár eða 26 í Kína. Á þessum tíma, undanfarin 50 ár, helminginan tímanum í Kína? Frá því ég var 20 og svo var ég... Það eru 50 ár síðan 75 ár. Tími líður svona hratt, Ragnarminn. Já, og svo var ég 6 ári í Japan líka. Það fóru lengi í Asíu. Nú er hvað ég að segja, Ris Kína, eins og það stundu kalla, eitt af undrum sögunar. Og þú hefur einhver leyti verið vitni að því. Myndirðu segja sem svo að þetta væri, bæði í stjórnmálum og efnahagsmálum og öðru, þetta væri eitt af undrum sögunar? Já, raunin ekki, en ég upplýði það sem slíkt og það hvarflaði ekki að mér að Kína yrði öflugt innríki þegar ég kom þannig í nám 1975 því að þetta var landbúnaðarsamfélag og innan var bara brot og mjög stutt á veg komin. En til lengri tíma litið að þá er þetta ekki furðulegt þegar Vesturlandabúar komast tvist í kynni við Kínverja fyrir
svona 1700, svona allavega þannig að það var hluti af vitneskjunum heiminn. Þá var haft eftir Napoleon að menn skyldi stíga varlega til jarða til að vekja ekki risann. Og því að hann taldi það að Kínverjarnir væri gæti orðið svo öflugir að þeir myndu þramma yfir allan heiminn. Og jesúítarnir sem komu þarna til að kristna eða síða Kínverja, að þeir alltaf hrukku í skút. Þetta var svona 1700 sem þeir komu og þeir urðu fyrir miklum áhrifum af kínverskri siðmenningu og kínverskum dygðum og slíkt. Og ég var reynda nýlega að frétta það að þeir hefðu voru að velta fyrir sig hvernig rætt að koma fram og fá Kínverja til þess að trúa á einhvern guð, á þennan eina og sanna guð sem hefði skapað heiminn, sem gekk illa því að Kínverjar höfðu þetta hugtak ekki í sinni orðaforðanum. Og þá hérna voru að velta fyrir sig hvort þeir að klæða sig til ná betur til almenning, hvort þeir klæða sig sem búddamunkar eða hvernig, og þeir ákváðu að klæða sig sem taoistamunkar. Sem taoistar, ekki sem búddamunkar, vegna að búddamunkar þeir voru á þessu tíma akkurat á þetta leiti, þá voru illa liðnir, kvensamir og ruddafinnir. Þannig að heldur þræla var ég nú að heyra? Já, eitthvað var búddamunkarnir, en taoistarnir þeir virkuðu, og síðan fóru jesúítarnir og það eru fyrstu áhrifin sem koma til verulega áhrif á Kína, það kemur með þeim, og kínverskum áhrif þau höfðu hafist áður út af silkileiðinni, en það var þá með silki og te og einhverju viðskiptum, en það hefði jesúítarnir báru með sér upplýsingar taoismann og kínverskan impressionisma, og Rousseau var undir sterkum áhrifum. Dialekting á Hegel er nánast klárlega með þennan uppruna, og þar að leiðandi marxisman einhverju leiti, þar er þessi dialektík að yin og yang, notu ekki þessi hugtök. Og svo hinvegin að þá tókst jesúítunum að breyta ákveðnum kínverskum hugtökum, eins og það var ekki til hugtak yfir trúabrögð, það var ekki til hugtak yfir að trúa, og þá tökuður orðið yfir traust, sinn, og bættu þá traust á Guði inn í það, sem er ekki það sama á trú á Guð. Þá eru þeir að flytja vestrænu hugsun til Kína. Já, þeir eru, og það var upphaflega kínversk fræði að sinólógi, og hún hefst með þessu, það er að segja að jesúítarnir voru að læra hvernig þið gætu eiginlega komið þessum hugtökum og framfæri við Kínverja. En er þetta svo ólíkur menningaheimur að það þarf mikla túlkun hann á milli? Það er þannig að Kína er eina gamla heimsveldi fornaldar, frá upphafi sögu, mannkynssögunar þegar menn byrjaði að skrifa, sem er ennþá til, sem er lífandi enn þann dag í dag. Kína var öll liðundur lok og blandast og runnið saman, og ekki bara á tíma heimsvaldastefnunar, heldur fyrr Egyptar voru gjörsamlega þurrkaðir út. Þannig að ef maður vil skilja Kína, þá maður að velta fyrir sér Rómaveldi, Egyptalandi hinnu forna. Já, Egyptar, en Rómverjar til þess að reyna að skilja einhverju svona langvarandi menningu, og það skiptir máli, að hún sé svona langvarandi. Já, það skiptir máli. Þeir eru eldri en Rómverjarnir, hófust fyrr, þeir voru orðnir öflugt menningarveld á tími Grikkjana, og menningin er allavega jafngömul og egypska menningin og Babylon. Og í rauninni þá segir það okkur nokkra sögu að þeir skuli, þetta er eina raunverulega landbúnaðaríkið sem breytist breynt úr landbúnaðaríki og landbúnaðarframleiðslu yfir í iðnvæðingu, og beint úr fortíðinni, úr þessari hefðbundu kínversku menningu yfir í nútíman. Og það hefur við bara séð þessa gríðalegu fólksflutninga úr sveitunum í borgirnar, þar sem að borgirnar rísa bara ein New York á hverju misseri. Þú veist, við hefum lesið undur þegar fólk horfði á borgir Bandaríkjanna komu til þeirra og sáu nútíman. Þetta er eiginlega hversdagsleikin í Kína. Jú, ég man eftir því, ég verið svo lengi í Asíu að ég var nú ekki mikið að ferðast Vesturlönd, en náttúrulega eitthvað Evrópu
ég kom til Bandaríkjanna fyrsta skipti rétt 2000 og ég rökk nú svolítið við vegna þess að mér fannst að vera svo gamlar og hrörlegar þessar borgir. Já, það eru svo gamlar vélar, sko. Og sérstaklega eins og þessi New York. Þetta er alveg svaka New York. Þegar ríkur upp úr, sko, götusteinunum, að þá er þetta svolítið svo gömul ryðguð vél. Já, það er sko, Chicago ég kom til Chicago fyrst og þetta verið árið 2000 og það kom mér óvart hvað til San Francisco og síðan til Chicago og það var í lengar miðborgir þarna, það voru bara útkverfi og mjög dreift og þetta voru engar stóra borgir, þetta voru svona meðalstóra borgir, ég hafði verið alltaf í Asíu, Tókjó, Peking, Shanghai og svo framvegis og svo þegar ég kom síðan til New York að þá náttúrulega fannst mér alveg svakalega sko, vá hvað þetta verið flott borg fyrir 100 árum. Þannig er Kína í dag? Já, Kína náttúrulega slefti þessari þróun þegar menn voru að grafa með handafli neðaralestir í London sko og innvæðingu þegar það var gert með að grafa kólinn með handafli úr jörðin, þeir voru eiginlega beint í nútíma innvæðingu og komust þá hjá ansi mörgum fylgikvillum innvæðingarna sem Vesturlönd höfðu gengið í gegnum og það er allt núna í dag þá er þetta allt nýtísku og nútíma tækni. Já, svipað og ég var að lýsa á þann hefur líklega verið ári fólks þegar kom 1905 til New York eða eitthvað. Já, það er eitthvað svona. Þá hefur bara verið flungu nýtt. Já, en núna eru neðara lestir hrinni í sundur og símakerfi virkar ekki almennilega, allir innviðinir bara virka ekki. En er það þannig að í Kína innviðinir og grunnkerfin virka? Já, og meira en það þegar þeir voru búin að vera á flegiferð í innvæðingu opna Kína og og bara svo fremur sem það geti verið eftir að græða því og var eftir að virka því að þá var það allt í lagi og þeir menguðu heilmikið árnar og loftið og í þessu fyrstu 2 áratugum að þá allt í hennu þegar með núverandi stjórnvöldum með Xi Jinping og raunverulega byrja rétt aðeins undir forvera hans Hu Jintao fyrir 2007-2008 sko, og svo raunverulega eftir 2010 þegar Xi Jinping verður varaformaður og 2012 þegar verður formaður og þá taka þær ákvörðun að hreinsa til og hætta að menga og þróun hefur verið sjálfbær, hún hefur verið græn og þetta gerist mjög skyndilega þannig að það var enginn sem átti von á þessu, ég veit ekki, þú manst kannski hvenær fyrst bara byrjaði að tala sjálfbæra þróun, manstu það? Nei, ekki, þannig ég geti bent á daginn, ekki eins og Lennavonskotin. Nei, ekki byrjaði Gro Harlem sem byrjaði að tala þetta frá Nóri og það er svona lok síðasta áratugar, síðasta aldar og þá var byrjað að tala það að það er að hefja græna þróun og að vera með draga úr bensín þá setja úr raunni bensínnotkun og það var rauninni þá voru menn ekki orðin sammála það eða sett heimurinn verði ekki átt að segja á því fyrir hvað fyrsta áratug þessar aldar hver áhrif tíósíð eða kolefnis, hvað það er mikil áhrif á andrúmsloftið og áhrifin á umhverfið, hvað er það mikil af menguninni. Það er ekki fyrir en fyrir 20 árum sem heimurinn var sáttu við það svo væri og núna erum við 2-3 áratugum síðar að þá erum við Evrópumenn þá að tala mikilvægi þess að svissa yfir í rafmagnsbíla og hefur græna þróun. Kínverjar þeir mölduðu móin, þeir vildi ekki vera með þessu vegna þess að sögðu að við vorum ekki að drulla þennan heim út, það voru gömlu innríkin. Það sem á Suðri sagði að þið geti ekki tekið af okkur ávinningin sem að þið fenguð af nýtingu jarðefnaeldsneytis. Kínverjar þeir fóru í farabrót þeirrar fylkingar, það var fyrst þegar þau komið þarna lok senst aldar, þá voru að tala á Vesturlöndum og þá töluður fyrir þessu sjónarhorni. Og svo allt í einu 2012 til 15 allt í einu svissaðir og
við erum enn að rífast þetta og ennþá að tala þetta og leiðandi ríki, Bandaríkin í þessari þróun að það búið að skipta 2 sinnum skoðun á það hvort að þetta sé hættulegt og hvort að það sé hlýnun á heimsmælikvarða og svo framvegis. Og kynferðir eru konur í forystu og þetta gerðist á 10 árum og það er alveg ótrúlegt. Og það eru lestakerfið, kínverskir bílar, rafbílar þykja bestir í dag? Já, þeir eru bara, þeir framleiða helmingin af þeim í heiminum, sko, meir en helming held ég núna, sko. Og það er ekki bara vegna þess að þeir eru ódýrari, það er bara þykja að vera betri og batteríin duga lengur og þar dugutunum. En hins vegar er til dæmis sagt oft hér á Íslandi að þeir eru verið að tala hvort að álverin loki eða hvort að við eigum að virkja meira. Að þá er sagt að það sé, við erum að gera heiminum greiða með því að hafa álver hér með hreinni orku, því annars er þetta reist sem kóladrifin málmbræðsla í Kína. Sko, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu þá var ég kallaður heim frá Japan 2003 eftir að hafa verið í Kína og Japan og þá vann ég í auðlinda umhverfisskrifstofu utanríkisráðuneytisins og var einmitt að fjalla um loftslagsmálin og þá var eitt af þessi ég var aðtuga var þetta með álverin hvort að hvað við hefðum langan tíma til þess að virkja og njóta þess að vera með hreina endurnýjanlega orku og kjarnorka myndi taka við og svo framvegis kostum að því að við hefðum dálítið samanlegt rými til þess og jarðhita raforku og svo framvegis. Þannig að ég stúdar þetta töluvert mikið og svo þegar ég kemdi í Kína aftur raunverulega þegar ég kem í fyrsta skiptið þangað sem diplomat að þá hrökk ég við hvaða mikil mengun sem var sem fylgdi þeirra iðnvæðingu vegna þess að það passaði ekki við þá mynd sko, ég var farin að átta mig á meira og meira að ýmislegt sem kemur að gera að það er menningarlegar forsendur eða menningarlegar rætu fyrir því og það er ég þýddi speki Konfúsíusar sko yfir á íslensku fyrir þegar ég var ennþá fyrir 30 árum eða eitthvað og svo síðan þá þýddi ég Lao Tse bókinu veginn og þar er verið að og þar raunverulega sko heimspeki sjálfbæra þróunar er græntráður sérstaklega hjá Lao Tse og í gömlum kínversku ritum því að þeir þurft að lifa með þessu fljótum, gulafljótinu og jándufljótinu og þeir þurft að aðlaga sig að því, þeir gott ekki aðlaga fljótið að sér sko, þannig að þessi hugsunum græna þróun, hún er hefðbundin en þeir voru algjörlega að brjóta gegn því sko, þannig að ég skildi ekki alveg hvert kynverið var að fara sko og hvað myndi gerast næst. Við lifum í einum kristna heimi þar sem er við eigum að sína bróður kærleika en við gerum það ekki alltaf. Nei, það getur verið langt á milli svona andlegrar grunnar menningarinnar og þess sem að þeir sem eiga og meiga hvað þeir gera. Jú, ég er komin af 4 kynslóðum af prestum í móðulegg sko, þannig að það er ekki það til 1700 eða eitthvað og ég var svona það er svolítið sko og í Kína þá er þetta með samhygð, orðið er kærleiki eða frekar samhygð, það er eitt af grundvallar gyðjum kynverja og síðan er að vera samlyndi og vinna saman en það orð þýtt oft sem harmonius það felur í sig líka að maðurinn eigi að vera í sátt og samlyndi við náttúruna og hjá kynverjum þá orðið við náttúru hefðbundið orðið er himinn og jörð sem passa mjög vel við eins og við hugsaum náttúrun í dag þegar við sjáum loftslagsbreytinga þar himinin og svo er það jörðin sem er náttúrulega bálmatnir og jarðefniseldsneytið og svo framvegir. Annað hugtak en sköpunarverkið. Já, sko, hugtaki sem við notum er náttúrulega. Síkvíka náttúra. Já, síkvíka náttúra. Það er umverulega orðið sem nature og það er nútíma orðið sem kemur nota gjarnan náttúra er einmitt síkvíka, sko. Sjálf reyfandi, sko. En það er ekki hefðbundna. Það er alltaf hjá þeim er þetta dialektikin, þetta himinn og jörð og yin og yang og maður og konu og svo framvegis. En þetta, jú, það má segja að menn gera nú ekki alltaf það sem finnst þér rétt og er að flýta sér. En ég var samt aldrei mjög hugsi yfir þessu og
og og það var ekki fyrr en ég kem í seinnaskiptið til Kína sem diplomat þetta 2010 og þá þegar að nýtt tímabil undir fórustu Xi Jinping núverandi leiðtoga, þegar það hefst og tengt við hann, ég myndi kalla bara tímabil grænnar þróunar í Kína, það hefst svona 2012, 2013 og það enda líka ríma saman við upp af jarðhitasamstarfs Íslendinga og Kínverja. Við byrjum með svona smáum stíl 2007, 6-7 og þá myndað smá svona samvinnufyrirtæki einhverja eina hitaveitu í einni borg í Xi'an eða Xi'an lágrána hverfi Xi'ans með Kína eða Vestur Kína og það fer síðan á fullt bara eftir 2012, svona 2014. Og sérðu munin? Það þegar tilkynnt var að nú ætluður að reynsa til í loftslagsmálum og þeir ætluðu að ég var þarna 2010 til diplomat í 8 ár og ég man eftir að þegar ég kom á þing alþýðunar 2010 og það var og þess að opinberu fundi þá talaði þávarandi forsætisráðherra sem hafði Wen Jiabao sem kom til Íslands síðar jarðfræðingur að hann sagði að við þurfum við þyrftum eða þurfum að hreinsa til og draga úr mengun í Peking. Þá var mengun bara hverju einasta degi. Svo voru fréttir af, það voru bæði mengun en það voru líka ekki vindar af eyðimörkunum sem kannski hægt að tengja loftslagsbreytingu líka? Það voru vindar af eyðimörkunni frá eyðimörkunni en þar voru gópi en það var nú ekki alveg eins slemt eins og menn halda það var frekar raunveruleg mengun og það var líka vatnsmengun þannig að það voru heilu árnarstundum sem í flóðum sem eitruðust og það var alltaf fór með landbúnaðin. En ég man eftir að það var að tala um að þau þurfum að gera eitthvað. Svo var ekkert gert, Það var ekkert gert og það var líka þegar ég var á senast 95-2000 þá heyrði ég þetta oft, Svo gerist það að 2012 þá tilkynnt að þá það ræðunni hjá kínversku leiðtogunum að þeir ætla að og síðan var endurtekið síðar með verið þunga að nú yrði dreigð mengun. Það orðin sem hún notuður önnur. Það er ekki við þurfum heldur við ætlum. Og í skýrslu forsætisráðherra Li Keqiang þegar hann tók við, það held að verið 2017 sem hann eða fyrir líklega þar sem hann segir í fyrsta skipti sem þeir í 5 ára áætlun, það man ekki alveg hvort það var 2014 eða hvernig það var 2013. Já, 2013 líklega. Í 5 ára áætlunni þá segir við ætlum að minnka mengun í Peking 40%, það var 35-40%. Og ég man þegar á hvaða tíma? Já, það var þá samt 2013 líklega. Og þá þegar ég gekk úr höll alþýðunar þá segi ég bara, wow, nú er það að gera það. Þannig að þessu við ætlum. Ekki við verðum. Það er bara allt annað. Það þýðir að þá verður borgarstjónin látin fjúka og mönnum refsa fyrir ef þið ná ekki þessu markmiðum. Og það voru tölur yfir markmiðin mengun. Það er alltaf að minka þetta Og svo voru náttúrulega var í hóp með öðrum diplomötum frá Norðurlöndunum og frá Vesturlöndum og ég sagði, þeir ætla að gera eitthvað. Og það sagði, stjórnmálamenn tala alltaf svona og það er aldrei gert neitt. Ég sagði, nei, þetta er eitthvað annað. Og það reyndist annað, Það er nefnilega það sem hefur einkennt og einkenni í Kína og nú er það að koma aftur í ljós betur undir að núverandi tímaskeiði er að þeir lýsi verið að ætla að gera eitthvað og þá er rétt að hlusta vegna þess að þá gera þeir það. Eins og að útrýma fátækt. Það var það sama. Já, menn talar svona, svo verður ekkit eftirfylgni og svo segja þeir að fátækt að veri útrýmt og þá verður það náttúrulega ekkit satt. Það var viðbröðin á Vesturlöndum. Ég hef ekki heyrt þetta í langan tíma, menn alveg steinhætti að tala um að þetta hefur bara verið áróður vegna þess að þið gerðu það. Og þú sást munin á minni mengun?
Já, mengunin var alveg sláandi, sko. Mengunin fór hratt niður og það voru sem í dagar sem fór upp og þá var það bara í fjölmiðlum og fréttum og þeir færðu iðnaðinn lengra í burtu og þeir lokuðu stáluiðiverum og hérna náttúrulega hófu síðan að framleiðslu á rafmagnsbílum. Og það hafði fyrir Ólympíuleikana, þá hafði stáliðiver og svona stóriðiver verið flutt frá Peking yfir til bæja eins og Báting sem í... En það ekki bara verið að flytja mengunina hérna aðeins frá Keisarahöllinni? Jú, sko frá, það eiginlega í upphafi, þetta svona það var árið 2000, sko, í kringum það þegar hérna Ólympíuleikarnir voru, að þá fluttu þeir hérna mikið að þungaðinanum til nágrannaborgarana Bátir sem 300 kilometri í burtu og setta á þessi vera voru með þá ástrompa og mengunin fór upp í loft og síðan bara sökk mengunin yfir Peking og því að 300 kilometrar og þú ferði upp í lofti og hvernig þú þurft að gera eitthvað svona, þú voru að horfa á alla myndina, þú voru að horfa á þess nálað frá hafi því að það hjálpar, við erum með álver sem alveg rétt við hafið, þannig að það gefur ekki mikil mengun frá því og hérna síðan hérna hvernig vindarnir liggja og svo framvegis, en þegar þeir á þriðja áratugnum eða öðrum áratug þessar aldar þegar þeir byrjuðu þetta, að þá var mörgum verum lokað, það var bannað að kynda með kolum og þá kom fyrir að þeir hefðu ekki hlustar alveg eiginlega vel á einhverjum stöðum og þá var sýnd mynd þegar veturinn kom á börnum sem sátu kappklædd úti fyrir skólanum vegna þess að það hefði ekki verið sett upp hitakerfi og það var kólakindun í skólanum og kynding og hérna og því var bara lokað. Þannig að þetta var lagað á hérna þeim vetri, þetta var síðasti vetri, mann ekki að nákvæmlega hvaða vetur það var, það var líklega verið 2015 eða eitthvað svoleiðis og 2015-16 því var alveg lokað en með kolaverin og mengunin frá þeim og það meiri hluti af rafmagni í Kína framleitt með kolum með þá og þeir eru búin að búið að skipta öllum, hérna nánast öllum hérna gömlu kolaverinu sem voru lítil meðalstór, svona eins og tíðkæðist við þeirra vestræna innvæðingin á Bretlandi og Þýskalandi gerðist að það voru svona meðalstór, það ódýrast að drefa orkunum með þeim hætti en hérna það alveg alls saman horfið, þetta eru nútíma orkuver þar sem kólin kólaríkmengunin tekin og búin til múrsteinar en það er áfram CO2 mengun frá því þannig að það eru á allar önum og það er ekki, ég held að sé hætt að aukast núna loksins, sko. Það verið gerst að þessu ári eða fyrra að hérna CO2 mengunin. Þannig að Kínverjar eru með aðgerðir í loftslagsmálum, öfugt við kannski okkar heimsluta sem er meira talin minni efndir. Sko munurinn á þeirra stjórnkerfi okkar er náttúrulega, við erum með lýðræði, mjög stoltir af því og þá fáum við stjórnmálamenn sem lýsa því yfir að þeir ætli til dæmis að hérna ná loftslagsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna á ákveðnum tíma og eitthvað. Vitandi það að þeir verða ekki lengur við völd þegar það gerist og gera svo ekki neitt. Og í Kína þá er þarna það ábyrgð mannsins sem segir það að við ætlum að gera eitthvað að láta það gerast. Ef það gerist ekki, þá fer það sögubækurnar og þá er það hans sök. En hvernig myndur þú lýsa stjórnkerfi í Kína? Hvernig taka þeir ákvarðan, til dæmis þessar ákvarðan? Þeir tóka þess ákvarðanir með bara sérfræðingaveldi. Sérfræðingaveldi, það er oft talað um það að kínverska alþjóðaþingið maður sé stundum, já, nú ekki oft lengur en það er Reuters eða BBC voru, ég held að BBC hætti sagt því en það er Reuters kannski, að þeir tala um að það sé bara stimpil þing, þeir séu bara haldin til þess að stimpla ákvarðanir komlustaflokksins. Og eiginlega bara leiðtóans sem er einræðisherra í Kína, sem er einræðisherra í Kína, því er aldrei fram. Já, hann hefur alræðisvöld, en spurningin er hvernig það vald er tilkomið og hvernig hann beitir í. Það er sérfræðingaveldi, þannig að þingið er risalegt skrifuræðisbán.
það sem ótal fjöldi undirnefnda og sérfræðinganemnda og sérfræðinga kallaði til og hvert einasta mál tekið fyrir og hver einasta bara raunverulega eins og þegar við erum eins og lagasetning frá Alþingi Íslands nema við erum að tala miklu stærra batteri sem með miklu fleiri sérfræðingum sem koma nálega þessu og þá Það er ekki bara sótt umsókn til viðskiptaráðs og það látur hluti gegn? Alls ekki, eða umhverfisráðs og svo ekki virkun gerð einsinni. Nei, það allt saman, þetta ferli rosalega langt og núna hérna ráðgjafaþingið, það sem það annars var Alþýðuþingið, þar sem sitja fulltrúar veruleguleyti Kommúnistaflokksins og síðan verkalýðsfélaga, kvennarhreyfing og svo framvegis. Og svo ráðgjafaþing þar sem sitja fulltrúar iðnjöfra og óflokksbundnir og óflokks og lítilla smáflokka sem lefar frá því fyrir byltingu að þeir sitja á þessum þingum. Þeir fá þetta síðan til umsagnar og ef þeir svara ekki með umsögnum í dag, þetta var áður að þá var þetta algjörlega valdalaust, en ef þeir senda ekki frá sér vel ígrundaðar athugasemdir og breytingatillögur að þá þeir ekki að vinna vinnur sína og þá þeim skipt út. Og síðan þetta sendt nú hafa notað umleið og netið var til netmiðlar að þá stofnuðu þeir allstaðar við allar öll bæði staðar stjórnir og ríkið sjálft og svo framvegis á ráðuneyti að þá þar síður og þar geta með sendin athugasemdir frá almenningi og síðan haldnir líka fundir og farið á staðinn. Og þetta virkt eða ég að passa mig að senda ekki neina umsókn sem að mig grunaði að væri ekki það sem að flokkurinn væri eiginlega biðum? Öllu svarað. Það öllu svarað. Og þetta virkt? Þetta virkt. Það meira að segja þannig að þetta lýðræðisleg umræða? Þetta lýðræðisleg umræða og þeir dálítið fúlir eða svona svektir yfir því að fólk hafi ekki tekið eftir þessu á Vesturlöndum. En til dæmis ef það að vera að byggja við hliðin á það sem ég bjó í Peking að það voru mikla byggingaframkvæmdir og mikla hávaði frá þeim og þeir voru að vinna eftir klukkan 6 og byrjuðu á mótnara klukkan 6. Og þá bara að hringja í, með minna að segja 1, 2, 3, 4 og þá svarað og það gerir það athugasemdum og þeir hætta. Sko það ekki að þeir haldi áfram vegna þess að þetta ríkisfyrirtæki, þetta var stærsti bankin í Kína sem var að byggja þarna, heldur þá verður alltaf að gera grein fyrir því hvernig var svarað. Eða að vera kvart yfir hverfisyfirvöldum eða eitthvað, að þá verður að svara. Sko. En hins vegar ekki alltaf gert allt sem byggði Það gerist ekki í lýðræði. Það getur hvergi gerst í neina mannfélagi. Allir fái allt sem við byggjum. Já, það verður allir fúlir í Kína eða gerst ekki. En þarna eftir að taka dæmi það sem bara í anda þess sem að flokkurinn vill. En ef einhver leggur til eitthvað sem í andstöðu við það sem að flokkurinn vill? Já, það ólöglegt að grafa undan flokknum. Og það að túlka það svolítið? Já, það nú svo sem eiginlega bundið við það að með byrja að skipuleggja sig og kalla á fundi og að skrifa eitthvað lengra og senda bréf stundum. Þannig að það ekki frelsi til stjórnmála starfsemi? Það ekki frelsi til að stofna flokkar sem ekki eru... Það er eitt flokkur og hann á að stýra Kína? Já, það eru fleiri flokkar. Og sá sem að við fengi það, hann að grafa undan Kína? Já, en þeir flokkar, það aðri flokkar, en þeir við fengi ekki að þeir að starfa í samvinnu og undir leiðsögn Kommúnistaflokksins. Það þannig segður. Þetta svona dúman í Rússlandi svona, það alls konar flokkar en þeir eru allir sammála að Pútín sé frábær. Já, það róðrætt, það eitt af því sem í furðulegasta sem við gerst í stjórnmálu, það að Kína sem með þessar konfúsísku rætur og með samfellda menningarsögu allavega ritaða yfir 4.000 ár og ef við förum aftur að það var þetta reykjana með fornleifarannsóknum allavega 10.000 ár. Til þess 10.000 fyrir Kristalísi. En þá hrísgrona menningin og svona að þeir skuli hafa tekið upp eitthvað rússneskt stjórnkerfi og bolsjevismann og leniníska kommunistaflokkin sem náttúrulega allt saman hrundið síðar
það er mjög surrealist, það er alveg með ólíkindum, en það eru starfsemi þessar flokka mjög öðruvísi. Lenin, að hann stofnaði kommunistaflokkin og bolsjevikaflokkin, skipulag hans er að mörgulegu leiti byggt á bara herskipulagi. Þetta eru uppistæðan eru bændur sem voru að koma af vígvellunum, hermenn, eða bændur sem eru á leiðinni frá vígvellunum, liðhlaupar í rauninni í lok fyrir heimsstyrjaldarinnar og þá kemur Lenin með þetta ákall byltingu og völdin til ráðana og skipulegur þessa bændur verkamenni í herflokka. Þetta var ekki svona í Kína, það var allt annað. En að þetta fyrirkomlag skildi síðan vera kallað kommunistaflokkur og vera stofnað það er algjörlega surrealist. Lenin sem var fluttur, sem breska leyniþjónustan, hún flutti Lenin frá Sviss til gegnum Helsingi til St. Petersburg til þess að frægri lestarferð. Já, og til að gera svo smá usla og komið veg fyrir að rússneska keisaraveldið myndi nú rísa mjög öflugt upp eftir stríðið. En úr varðu þetta Sovjetríkin. Þannig að breska leyniþjónustan sem náttúrulega bak við það. Þannig að þetta er svona dálítið sérkennilegur snúningur og síðan var þessi ákvörðun til þess að kommunistaflokkur Kína var stofnaður, kommunistaflokkur Víetnams var stofnaður og allir hinni kommunistaflokkarnir út allan heim og síðan að Kína skildi vera skipulagt með þessum hætti sem það er í dag. Já, uppskriftin er rússnesk en er kakan ekki kínversk? Það er nú stundu sem er flutt svona á milli að þá er þetta aðlagað og kannski er fyrirkomulagið sem er í dag allt eins skilt keisaratímanum? Já, ekki allt eins skilt, það er beinlinis runnið upp úr því tímaskeið og það er og kemur að sjálfur skilja þetta ekki almennilega en það er í rauninni og þetta er það sem ég er að rannsaka núna sko, að sem bara stjórnmálafræðingur og hvernig í ósköpunum virkar þessi flokkur og hvernig var það til og kínverska samfélagi er byggt á stórfjölskyldunni fjölskyldan og svo er stórfjölskyldan það sem nánast nær til þorpana eða náði til þorpana og það er allir með sama ættanafn og þar er svona salur þar sem fólk kemur saman í og það er kallað forfeðrasalurinn og þar eru altari fyrir forfeðurnar og þar eru tekna mikilvægar ákvarðanir það til dæmis ef einhver hefur barið konuna sína eða ef ríkið hefur verið að senda einhver fyrirmælum það að leggja einhverja skattheimtu á að þá verður að ræða það þarna sko. Það er engin embætti sem ára á staðnum. Það er ekki svona kommissar frá flokknum sem að sittur og... Nei, ég er að tala keisaraveldi. Já, eins og það var. Það var, já, og það er enn þann dag í dag að það er ekki neitt embættismaður frá ríkinu í hverju þorpi, en það eru félagar í flokknum. Og það var þannig að þegar Konstantí tóku yfir og byltingi fór fram í bændabyltingin í Kína, Konstaflokkurinn áður völdum, að þá settist flokksskrifstofurnar voru settar upp í þessum ættarhofum og þeir beinlínis tóku yfir tel ég og ég held að það sé það sem við erum að horfa á þeir tóku yfir hlutverk stórfjölskyldan eða útvíkkaðar stórfjölskyldu ríkið sjálft í Kína það heitir ekki okkar orðið ríki sem þýðir að drottna ríki og vera auðugur eða eitthvað og svo eru við með state sem er þá ástandið eitthvað svo liðs og kannski skilt staður, ég veit ekki hvernig upprunnin er en í kínversku er það mjög klár sko, það er guojia, það eru 2 orð fyrir orðið þýðir staður með jaði í miðunni eða með takk fyrir ríkisstjórnanda í miðunni sem er jaði eða valdistakn ríkisstjórnandans sem var áður fyrsti og síðan keisari og svo framvegis og dja sem þýðir fjölskylda þannig guojia, þeir segja alltaf þegar þeir nota orðið þá er þeir alltaf að segja föðurlandið eða móðlandið í rauninni þannig að hugmyndin þetta leniníska valdtæki sem að ríki sé alltaf á móti almenningi sem er ekkert bundið við kommunista það er ekki bundið við leninistana það er bara hluti af vesturlanda hugsun og það er upprunnið í bara hvernig okkar ríkið þróaðist
í hérna til þess enska ríkið, breska ríkið eða Bismarck eða Þýskalandi, þó meira sko Englandi og Fraklandi, að það sem konungsvaldið, að það átti ríkið, þeir átti það persónulega og síðan eru fyrstar sem síðan verða valdamiklir og konungur þarf að leita til og þeir eru alltaf í anstöðu við almenning, sko. Alltaf þurfa að höndla hann einhvern veginn komið vekk fyrir mótmæli eða hemjan. Svo var það almenningur upplifir þetta sé ekki í okkar ríki. Nei, og síðan og þá endur speglast í okkar menningu að ef við ætlum að hækka launin að þá þarf að hóta valdbeitingu. Það er að við förum í verkfall ef þetta er ekki hækkað eða við förum í verkfall eða það er óeirðir eða eitthvað. Og á Norðurlöndum er þetta mestuleiti hætt en samt svona eimir eftir að þessu að stað fyrir það að það eru ykkur hagfræðingar sem reikna og það hvernig ríkið beri og hvernig það sé hægt að hækka laun og svo framvegis. Sérfræðingaveldi en í Kína sem við saleg niðurskurðum að þetta sé launahækkunum sem er í boði. Ég hitti einu svona Ásmund Stefánsson fyrirverandi forseta ASI í heima hjá Sínans og það var í Lundunum þegar ég var á koma að fundi þar í munum að hafa verið fiskveiðistjórnun eða eitthvað. Alltaf fór ég að ræða við hann um þennan mun á Kína og Vesturlöndum og sagði, sko, í Kína þar sem menn skilja ekki er að laun hafa hækkað án verkfalla. Og það halda menn á Vesturlöndum vegna þess að það er stundu fréttir að það sé einhver óerðir eða einhverjar deilur. Það er oft þá vegna einhverjar vandamála á staðnum og kannski einhver sem er farið á eitthvað fyrirtæki sem farið hausinn eða hefur enga peninga til að greiða verkamönnum eða eitthvað sliðis og slíkt auðvitað kemur fyrir. En í höfuðdráttum þá eru ákvarðanir laun og launahækkanir teknar af sérfræðingaveldinu og í samráði við verkalýðshreyfinguna sem er náttúrulega tengt flokknum og svo framvegis og þau hækka. Launakjör batna, lífskjör batna. Já. En ástæðan fyrir að minna verkföllum í Skandinavíu heldur en var áður er að svolítið samruni verkalýðshreyfingarnar við stjórnmálaafl sem var ráðandi í uppbyggingu ríkisins, sósíaldemókratlandir. Korporatismi. Það er svolítið öðruvísi hér og við getum fundið það að því varst að tala það hvort að almenningur upplifi það að ríkið séu við, að þá held ég að það sé sterkari tilfinning í Skandinavíu heldur en á Íslandi. Að við séum saman að byggja upp ríkið og öðruvísi viðhorf til skatta. Við þurfum að hugsa meira til þess að komast á staðinn sem þú ert að benda á að það sé í Kína, að það sé almennt viðurkennt, bara sannfæring að ríkið séu við. Það ríkið séu að vinna fyrir okkur. Já, en það er ekki samt þannig... Íslendingar langt frá þessu. Já, mjög svo. Það er endar, nú náttúrulega erum við að fara við að völlurinn. Ég er að hjálpa mér að reyna að skilja Kína. Já, en það er alveg rétt, sko. Málið er að þessi munur svo nefnir á milli Íslands og Skandinavíu, svo milli Skandinavíu og Bandaríkjanna og svo Evrópu og svo framvegis. Að þetta held ég eftir að hafa verið að legið yfir stjórnmálafræði bókum og bara og sögubókum og svo framvegis og ég komst að því að það er alls ekki nóg að lesa stjórnmálafræði þar sem er verið að lýsa bara hlutinni gerast ABC og það sé einhverja formúlur og svo framvegis. Það útskýrir ekki þennan menningarmun og þennan mun sem er á milliríkjana. Þannig að það þarf að skoða miklu fleiri sviðar, til dæmis hópsálfræði og sögu og menningin er algjörlega lykilatriði. Og á íslenskri menningu þá höfum við enga hefð fyrir ríki. Við höfum aldrei verið miðstýrðu stjórnvaldi og á Íslandi þá er það þannig og það hefur verið náttúrulega ritað það að þetta sé dreift stjórnvald og að ráðherrarnir ákveði hlutina hver fyrir sig. Já, og önnurleið til að segja það, þetta er bara anarkismi. Anarkismi þess að ráðherrarnir ráða sjálfur og þá er þetta, eða höfðingjaveldi vegna þess að þeir sem að við konjumst við úr okkar kultúr. Já, það er okkar. Þetta er góðar, þetta maður kallar ráðherrarna góða. Í rauninni, sko. Þetta er alveg surrealist fyrir mig sem er búið að vera erlendis og verið að fylgjast með þróun og annars staðar hvernig þetta er á Íslandi þar sem ráðherrar taka að það er ekkert markmið yfirleitt, það er einstakar sinnum sem koma sterkir leiðtogar eins og Úrsala núna og undir Davíð Oddssyni til dæmis er að þess að við erum eitthvað svona markmið með því sem þeir að gera og þeir ákveða að ráðherrarnir megi ekki alveg ákveða sína eða málaflokka einir, verið að ráðfæra sig við forsætisráðherra.
en yfirleitt það þannig að þeir bara ákveða eitthvað bara fyrir sjálfa sig og fyrir kjördæmið. Herðu, aðeins varðandi lýðræði í Kína, hver velur það hver er hérna borgarstjóri í Peking? Eða bara segjum borgarstjóri á Stokkseyri? Já, hann tölvöld munum hvort að Stokkseyri er Peking, en á Stokkseyri... En ég býst við að í Stokkseyri geti það verið nálagt þessum ættarhofum. Já, Stokkseyri þá myndi það vera hérna sett í litlum bæjum eða þorpum eða hérna þorp, eða sett borgum sem er með svona 2-3 miljónum manna, sko, einhverja litlar borgir. Að þar þá það yfirleitt einhver í borginni sem hefur hækkað í gegnum kerfið, flokkskerfið og stjórnkerfið. En það komið með eitthvað svona stjórnkerfi, það 2 milljónir og of stór eining til þess að þessi ættarhof geti ákveðið. Nei, en það er sama, það náttúrulega eru hérna einstu hverfi og það verður ekki borgarstjóra að hafa verið hverfistjóri og hann verður að hafa verið þá líka sko, í fleiri en einu hverfi og hann verður að hafa staðið sér sæmilega vel. Það þarf að hafa komið upp úr grasrótinni, getur við sagt. Já, hann kemur upp úr grasrótinni í svona miðbæjum og sérstaklega litlum bæjum. En þeir sem eru í stórum borgum, þeir sem eru hérna eins og Peking, þeir sem eru 25 miljónir og hérna bæjur sem eru yfir 7 miljónir, 6 miljónir, 7 miljónir, síðan kannski 12 eða eitthvað. Þá það alltaf einhver sem sendur, hefur verið borgarstjóri annar staðar, í minni bæ, minni borg. Og þeir skiptast á og ef hann staðir sér vel, þá kemur. Og það eru alltaf 2 leiðtogar og það er ritari, flokksritari borgarinnar og borgarstjórin. Og þeir eiga að horfa yfir öxlin á hvora öðrum. Og það er þeirra aðferð til þess að koma í veg fyrir að hinn gerir mistök. Því að ef það kemur í ljós að hann hefur verið tegið mútur sem hefur komið fyrir hans mikið víða, það er landlægt í Kína að spilling alveg frá hortnum farið 1000 ára að ef menn fá mikil völd að þá hafa tiltengu til þess að hykla sínu fólki og ættingjum og ættingjandi nota tækifærið vegna þess að þeir eru nálægt valdinu að þá er það hefði í Kína eins og til dæmis í Afríku að ef að þú ert ráðinn hérna sýslumaður í Árnessýslu að þá er eiginlega ætlast til þess af þínu fólki og sinni ætt og þeir hafa líka svona hring þar sem að sko hérna byggir á þorpinu og þeir hérna eru með hérna forferða hérna, ég segi ekki dýrkun en þú veist, þú ert hérna á vegum forferðana og þá er það hérna eiginlega skylda þín að taka hluta af ættinni og koma henni vel fyrir. Það er á minnistöðum og þá er þetta eitthvað til. En þetta kerfi að vera með ritara og hérna flokks og borgarstjóra eða bæjarstjóra að það kemur ekki veg fyrir en það er mjög hindrar það verulega og það er ekki að því að ráða eitthvað sem að veita er hæfur og þekkir og getur hugsalega verið hérna úr rættinni en það er litið hornauga vegna þess að það er nokkuð augljós framtegli. Það er alls konar fleiri aðferðir sem geta verið og þetta er hérna, hefur verið vandamál frá fornum fari í Kína en í hérna keisarastjórnin í gamla daga. Þær leistu þetta og það er svipuð hætti og komunistólokkunni gerir í dag með því að á mikilvægum stöðum og héraðsstjórum og hérna stórum borgum að þá er það alltaf menntamenn sem hafa tekið embættispróf sem ráðnir, voru ráðnir í gamla daga, að þeir voru sendir á staðinn. Þeir voru ekki heimamenn og þeir með ekki verið lengur en eitthvað eins og 5-10 ár. Þá eru þeir sendir eitthvað annað. Til þess að þeir rótfestist ekki í spillingu. Vegna þess að það gerist alltaf. Og þess vegna er hugmyndunum það að fara að ráða, þess að þetta kemur alfarið á móti því að fara ráða í hérna forseta eða hérna ráðherra í einhverjum almennum kosningum vegna þess að fólk kýs fólk sem það þekkir eða þá sem það þekkja og þetta eru vandamál til þess að þetta er líklega stærsta vandamálið í bandarískri pólitík ráða menn í hérna þing til að setja í 2 ár umlaður eru komnir í embætti þá er það að hefa kosningabaráttu fyrir næsta kjörtíðan Bandaríska þingið er svo gamalt að það er eiginlega sko eiginlega 2 kynslóðum eldra heldur en til dæmis þing í Skandinavíu. Já, það er gert á, þetta verið útskýrt fyrir mér þegar ég var í stjórnmálafræðin, það var útskýrt með þannig að það var stofnað á ákveðnum tíma í þróunarsögu breskra pólitíkur stjórnmála og það endurspeglar stjórnmálin eins og þau voru þá og
og þar er stöðnuðu sko, og þannig að þeir hafa ýmislegt sko, sem Bretarnir héldu áfram eða englendingar þróuðust og breyttust eftir það en mikið af því sem gerist í hérna Bandaríkjunum, sumt af því alveg sérstakt fyrir þau en sumt er hérna þennan uppruna. En til að hérna hindra spillingu að þá eru svona sólarlagsákvæði en æðsti leiðtoginn hann hefur þau völd að hann getur breytt og ákveðið að sitja aðeins lengur og það hefur gerst. Já, það hefur gerst. Það var raunverulega mjög söguleg undantekning að það voru sett ákvæði það að leiðtoginn mætti ekki sitja lengur nema 5 ára kjörtímabil og það var sett að Deng Xiaoping sem var þá hérna raunverulega valdamaðurinn í Kína eftir að hérna Mao lést, þetta var náðum bandamaður Mao og svo hann hérna rættar stað umbreytingunum og opnun gagnvart heiminum en hann stjórnaði alltaf og hann var ekki leiðtogi, hann var ekki formulega leiðtogi, hann var ráðgjafi og hans menn voru ráðnir þá í 5 ár og ef við hugsaðum svona dálítið svona kaldanislega þá hérna náttúrulega er það kannski til þess að koma í veg fyrir að þeir gætu ná meiri völdum en hann sem var ráðgjafi en vandamálið síðan sem og þetta var aðeins, ég held að vera 3 leiðtogar eitthvað sem voru kostið með þessum hætti og síðan þegar Xi Jinping kemst í valda þá ákveður hann mjög að breyta þessu og hópurinn eða flokkurinn sem er í kringum hann að þeir hérna knúðu það í gegn þrátt fyrir andstöðu og ástæðan er svo í rauninni að sá sem tekur ákvörðuna ber ábyrgðina. Sá sem tekur ákvörðunum eitthvað, hann ber ábyrgðina ef það ekki kallinn í skuggaherbygginu. Nei, ekki kallinn í skuggaherbygginu og heldur ekki eftirmaðurinn vegna þess að það ef þú ert sko okkar vandamál á Vesturlöndu núna og ég er fylgismæður lýðræðis en mér finnst dálítið undarlegt þegar það skiptum alla þingmenn eða kannski 40% eða meira af öllum þingmönnum hentu út fyrir að þeir gera mistök og allir ríkisstjórnir hentu út þeir hafa vantarlega lært af mistökum en þeim er þá hentu út svo kemur nýr hópur á fólki og sem gerir mistök og er aftur hentu út og færst engin samfella og það er engin markmið og fyrir bragðið að þá kynverjar sem eru með sín markmið alveg á hreinu og vinna fyrir langan tíma að þá eru þeir að skjótast fram á Vesturlöndum sem ekki gerast þetta. Hérna, ég ætlaði nú að tala við Kína og svo Kína í heiminum en það er svo gaman að tala Kína þannig að við skulum bara vera innanlands í Kína. Við vorum að tala hérna, svona innviði og það er vitað að þú varst að benda á hversu hérna, framalega þeir eru orðnir og hversu hratt er hérna, aðgerið við loftslagsbreytingum. Við tölum þróun rafbíla og allir þekkja lestakerfiðar sem er hérna, bara undur. Líklega svipað og þegar að fólk kom til Bandaríkjanna kannski þar síðustu aldamót að þá sjá menn bara að þetta er allt annað fyrirbrigði og þeir verðast að hafa mikla svona verkfræðilega getu og mikið hérna afl til ákvarðana að byggja upp innviði. Við sjáum húsnæðisuppbygginguna sem að hefur hýst þennan gríðarlega fólksflutninga frá sveitunum til borgana. Það er ekki í Kína eins og er í eiginlega öllum borgum Suður-Ameríku eða Afríku eða annars þar í Asíu þar sem eru sko fátakra hverfi sem eru eins og krægi í kringum allar borgir. Það er eins og Kínverjum hafi auðnast að byggja fyrir fólki sem er að flytja í bæinn og borgirnar. En þetta er allt saman svona verkfræði þannig að þá langar maður til að spyrja svona eins og grunnkerfi eins og heilbrigðiskerfi hafa allir Kínverjar aðgengi að góðu heilbrigðiskerfi að góðu menntakerfi er séð þá sem eru fatlaðir og lasburða eða hafa gefist upp á erfiðisvinnu því að mikið af þessum hagvexti er drifið áfram af miklu hérna harðri vinnu verkafólks. Heilbrigðiskerfið í stærstu borgum Kína er betra en á Íslandi í dag. Það var ekki rétt fyrir 10 árum eða jafnvel fyrir 5 árum. Ég rökk við þegar ég kom til Íslands í sumar þá var hérna að svili minn hann fekk
nýrnakast og hérna var bara mjög komið mikið hánista og illa þjáður að hérna hann fór bæði að lækna vaktina og síðan hérna Nýrnasteina sem þeir sem hafa reynt vitað er ógeðslega vont eins og sagt er. Og hann er ekki maður sem kvarta mikið, hann er kínverskur, hún er minni kínversk en hérna svo hann voru læknavaktin og hann fekk einhver verkjatöflur og svo náttúrulega batnaði þetta ekki neitt og þá fór hann náttúrulega á hérna gjörgæsluna og þeir sem hafa komið nýlega á gjörgæsluna þau vita hvernig það eru fólk á göngum og jável ég held að sé jável rúmin og baðherbergin og svona veist og alveg ótrúlegt afskaplega elskulegt fólk en ég rökk við þetta sér það ekki í Kína nema í COVID þá gerist þetta. Þetta er svona eins og svipað ástand þess að var í COVID. Sem er neyðarástand. Já, en það er þannig að það er kannski en sko í sveitunum og þá er þetta ekki komið svona langt og þá er það bara verkefni sem stjórnvöld vinna að það er að fjölga læknum það vantar fleiri lækni og þá er það sett inn í helbriðsinn í hérna menntakerfið það er að mennta fleiri lækna fyrir 20 árum held ég að verið að þá minnum ég að verið þá var fyrirsjáanlegt að það veru og margir að fara í bókgreinar í háskólum þannig að þeir lögðu aukna áherslu á hérna iðnskóla og fagskóla og það vantar ekki fólk sem er með iðnaðarmenntað. Og skjóta inn hvernig þið stýra þessu að því að til dæmis það bara fyrirmæli, það var bara Angela Merkel það er nú frækt dæmis að ég man ekki hvað hún vildi læra bókmentir eða eitthvað en hún fór og læriði líffræði af því að það var það sem að austurþýski kommunistaflokkurinn ákvaða þyrfti. Já, það er ekki ákveðið fyrir hvern einstakling fyrir sig, hann ákvarða það sjálfur en það er gert með hérna, stýrandi ákvarðarum eins og hvað er setja mikla peninga í skólana og hvað eru skólar, það er fullt af stöðu sem vantar skóla og það eru þá hérna, þá er ákveðið hvaða skólar fá fjárveitingar til þess að taka við fleiri nemyndum og þá dettur það inn náttúrulega að það eru inntökupróf í skóla og það er svona virk miðstýrð atvinnuuppbygging. Já, algjörlega og fyrir bragðið hefur ekki komið upp skortur á iðnaðarmönnum í Kína, það er ekki skortur á þeim en og sveiflurnar er alveg rosalega því að það eru iðnaðarmenn þar sko milljón iðnaðarmenn í einhverja borg sko, þá kannski á 10 árum og síðan verða þeir koma frá sveitunum kannski og síðan flytjast þeir eitthvað annað. Þetta eru alveg gífurlega stærðir sem við erum að tala en stærsta kannski dæmið svona miðstýringu er það að hérna Kína þá eftir að var ákveðið að opna raunverulega áður að var ákveðið að opna Kína gagnvart fjárfestingum erlendis þá voru náttúrulega þróustu borgirnar og bæirnir, það var Shanghai og Nanjing og Guangzhou, Kanton og þessar bara borgir með fram ströndinni í suðaustur strönd Kína og svo ein svona stór borgin í landi en yfirleitt allar við hafið, við hafnaborgir og það var og síðan var það man ég þegar ég kom þarna ég bara sem diplomat mér þá voru þarna stór svæði sem voru nánast án rafmagns og ekki vegir og það var einhver stúlka sem kendi dóttur okkar píanó og hún kom frá einhverju þorpi inn í Yunnan í suðvestur Kína og það var engin vegur þangað þannig að hún þurfti að ganga í 2-3 tíma heim til sín sko frá síðasta staðan það sem var vegur þannig að það var ekki eins og nægt að fara með traktor þangað sko. Síðan núna fyrir eitthvað 10 ára núna, kannski 8 árum að þá er það gert þá var það sett inn í 5 ára áætlun að lyfta þeim sem eru búa við örbirgð, það er að segja undir kínversku fótmörkurinn sem eru mjög lág og mjög lægri en það sem við höfum hérna en það náttúrulega eru hérna matvæli og slíkt eru hérna miklu ódýrari þar en segjum að fólk sem ekki hafi efna á því að borða hérna kjöt eða fisk bara hérna grón sem sagt og hveiti og hérna og grænmeti og slíkt sem reyndar fólk á Vesturlöndum sem borða bara það en það er nú grænmetisæturnar það er satt svo fátækt og það átti þá kannski ekki
til skiptana föt og það var engin vegur heim til þeirra. Og þetta fólk náttúrulega hefur ekkert farið sko, sem faradverkamenn til borgarna vegna þess að það var engin vegur til að koma því til borgarna. 100 milljón manns. Þetta var talan, cirka, 100 milljón manns í miðvestu Kína og jaðarsvæðum að þar hérna sem bara bjó við örbirgð, vissi ekki almennilega hvernig átt að fæða sig. Og bara ákveður, nú ætlaði að lyfta því upp úr fátækt og ég var á fundinu þegar þetta var tilkynnt, þegar þessi 5 ára var tilkynnt og það var það sömu viðbröðum frá öllum diplomötunum í kringum mig að hérna nú bara yfirlýsing og svo verður settir þessi peninga í þetta verður gert í 2-3 ár og síðan verður ekki eftirfylgni. Nú það búið sko og hérna ég tók að mér að þýða Xi Jinping fyrsta riti þannig að hérna sem Xi Jinping ég þýddi hérna verk hans eða hérna yfir á íslensku sjálfsagt ekki bara lesið þetta og fáir sem hafa veltið fyrir sig hvernig ósköpuna því þýddi yfir á íslensku en ekki búið að þýða yfir á hinn Norðurlöndin, Norðurlandamálin. Það stafar kannski af því að ég var beðinn 3 þetta og svona ákvað með semingi að lokum en þá meðalans vegna þess að ég var stoltur yfir því að þeir skildu hafa átt að segja því að íslenskan hérna þetta uppræðanlega norræna tungumál og svo líka það að þeir vildu sína að þeir gerði ekki, þeir vildu þýða þetta yfir á erlend tungumál, þeir vildu sína það að þeir gerði ekki greinamenn á litlum og stórum ríkjum, þannig að þeir tóku tungumál sem við getum efast hvort það verið til eftir 100 ár. Ég vona það ekki en hérna ég tók þetta að mér að eða allum þessu tíma í þetta vegna þess að í þessu riti þá lýsir Xi Jinping þetta er ekki eins og hann haldi einhverja ræður sem hann dettur sjálfum í huga að halda. Þannig að tilgera hann ákvarðanir. Þetta er ekki rætt eins og hjá Trump. Nei, eða eitthvað sem hann dettur í hug þegar hann vaknar. Nei, þetta er hérna eitthvað sem verður ákveðið eftir hérna vinnufundi og búið að samþykkja ákvarðanir stjórnvalda. Við ætlum að gera þetta, við verðum að gera þetta og við skulum gera þetta. Sem yfir þá var enska þýðingin svolítið skrítin því að þeir voru að reyna þýðendurnir þar, þeir skildu það kannski ekki alveg nægilega vel og þeir segja alltaf we should do this and that. Og þá voru þeir að reyna að láta tala eins og vestrænar stjórnmálumann. En vestrænar stjórnmálumann, maður segir, við ættum að gera þetta eins og íslensk stjórnmálumenn og það er hérna stefna okkar að gera þetta vitandi það að þeir mun ekki geta gert það vegna þess að þeir verið í samstupustjórnum og hafa ekki tíma til vegna þess að þetta er bara stutt kjörtímabil. Þannig talar hann ég skal, við skulum, en þetta segir við skulum og við bara skulum og skulum ætlum og svo framvegis og þetta tilgir hann það að hérna rafbílavæðinguna og fátækra baráttu gegn fátækt og létta fólki og fátækt og það var gert þannig og hann tilkynir það í þessum ræðum, í þessum hérna niðurstöðum að allar hérna borgir og bæir í hérna ríku séruðum Kína þegar að mynda hérna bræðra, svo systra bræðralag með hérna fátækum þorpum eða hérna héruðum inn í landi og ber ábyrgð á því og þangað þegar að senda Peking háskóli þess að ég var í námi á þessu tíma og allir stærri háskólar, allir héruð í stærri borgum, ríkisfyrirtæki og stærri einkafyrirtæki. Að þau voru öll í því og hérna stundum nokkur einkafyrirtæki slóður saman að þau eru allir að senda fulltrúa fólk á staðinn og hjálpa þeim að finna fjármagn, svo að ríkið lagði fjármagn líka í þetta, til þess að hjálpa þeim að hérna skapa atvinnu og hjálpa þeim að reynsa til í kringu sig og svo framvegis. Á sama tíma þá tók hann ákvörðun hann var að fjalla fjárlögin á Kína og segja, hörðu, já, svo hérna í fjárlögum að þá eru hérna fjárlög til vegaframkvæmda og hraðbrautir hérna og þá skulum við í staðinn fyrir að reisa þetta í hérna nágræni Shanghai, þessa hraðbraut, skulum hafa hann inn í miðurlandi og það er nú ekki hagkvæmasta sem þú getur gert, það er frekar að gera það eitthvað staðar í þróuðu svæði en að setja hraðbraut inn í fjallahjöruð með Kína, en það var gert og ég las þetta og svo ég er náttúrulega verið að tala við hérna, kennara í skólanum mínum og svona þeir fóru upp í sveit og var nú ekki skemmt, það er ekki góður aðbúnaður og voru að hjálpa og svo eru þeir að fara aftur og þá voru þetta aldrei svona, fannst ég að hafa farið illa með peningarna vegna þess að fólkið hafði bjóðið moldákofum, svona vegginni gerðir með
sko leir og hérna og svona einhverju, þú veist, hálmur blanda saman við leir og síðan það sólþurkað og gert úr því kofi og svona nokkrar rjárið kannski eitthvað tré og svona og náttúrulega kamar út, þú veist, eins og þegar ég fór var krakkið þá var það stundum í sætin í hérna surtaðir í miðfirði þar sem ég var að þar var náttúrulega ekki kannski klósett heldur kamar og þar var náttúrulega fólk bara, þú veist, gekk arna sinna eða fór á kamar eða eitthvað og náttúrulega ekki rennandi vatn og náttúrulega alls ekki vegur upp að húsinu og hérna svo þeir komið tilbaka þá var kannski fólki komið með hérna rennandi vatn og klósett. Ég segi, hvað að ykkur? Þið voru kvart yfir því að peningarnir sem átt að vera nota í skólanum eða einhver verkefni sem þeir ætla að fara í og þeir veiku ekki fjármagn í það og launin þeir eru ekki hækkað eins rætt og þeir eru vonast til og þeir eru vanir. Ég segi, hvað að ykkur? Hvernig þetta? Finnst ykkur að bændur ekki að hafa klósett heima og sér eins og þið? Ef þú hefur ekki eins og klósett heima þá hefur ekki vonum það að þú getur nokkuð tíma að lifa vel og verður að hafa svona hræmilegt í kringu þig. Og svo var þetta með vegaframkvæmdir að þeir umverulega lögðu vegi upp á hverju einasta húsi, ekki bara í þorpunum, heldur inn í þorpunum og lagði vegir og nú komast þá allir þorpsbúar í Kína einhvert burt frá heimilunum eða geta farið sér til. Þetta er stundum verið sagt hérna að þegar var lagðu vegur að þá notuðu íbúanir aldrei þess að flytja burt. Já, það er örugglega rétt og það var þannig, sko, það var sagt Noreg líka, veit ég, það eru sett göng, en sko, í þessu tilviki þá voru sumir staðir það fátækir að landbúnaðurinn það var ekki eins og rennandi vatn og sko, þeir eru bara treyst á regnið til að vökva ef það var þurrkur að þá var hérna það brást uppskeran. Þetta var gert og síðan var farið og hattu hvort það væri þarna gert þetta og þessar raddir erlendi sem voru að tala um það að hérna að þessi fátæk að þetta væri pólitísk yfirlýsing bara og væri ekkert gert snarþagnað erlendis og náttúrulega heima fyrir Kína líka. Með þetta svona aðgerðum þá lyftuðu upp hérna fátækasta hluta Kína já, og tengdan inn í Já, ég heyrði einhver þátt og svo myndist rétt að það sá þetta í einhverjum bara datin og einhver þátt sem hérna á netinu og það varst að tala um þetta þess vegna er ég að segja frá svona var þetta gert. Hérna, eitt varðandi hérna Kína og uppbygginguna að þú getur hitt fólk hérna á Vesturlöndu sem sögðu þetta verið dæmi mátt kapitalismas. Það verið kapitalismin sem hefði lyft upp Kína. Já, í þessu tilviki var það alls ekki rétt, sko, þess að þetta og raunlega mín niðurstaða bara almennt séð, svo við snúum bara heiminu líka, er að blönduð hagkerfi og blönduð hérna blandaða menningar, það virka. Það Kína sjálft blönduð menning. Já, og þegar við erum að tala um kapitalism í dag, að því að við erum hér eftir nýfrjálshyggjuna, að þá erum við kannski með svolítið sérstaka hugmyndum kapitalismans, það sem ekkert gert raunverulega nema einhver getur grætt á því, og til dæmis svona innviða uppbygging eins og á sér stað í Kína, sem átti sér stað með hérna stjórnvaldsákvörðunum í Bandaríkjunum, í okkar heimsluta, í Kóru, í Japan og víðar, sem eru eiginlega forsendur þess að þessi samfélag hafa risið efnahagslega, að við erum á heimsvæði núna eða heimsluta sem að stjórnvöld telja sig vera ófær að byggja upp innvið og eitthvað fleira vegna þess að það hafi raunverulega kannski ekki vald til þess, ekki þrótt til þess, eitthvað að getu. Þannig að það er dáið úr okkar kultúr þessar svona stóru ákvarðanir. Algjörlega frálegt. Það er hérna sett ef þú lítur í náttúruna að þá er ekki bara ein dýrategund sem flækist, þannig ekki bara kindur náttúran er bara mjög litrík og samfélög eru litrík og þau eru mismunandi og hvernig þessi blöndun verður og hún er mismunandi ég sko Kína, ég sagði upphafi okkar samtals að hérna Kína væri eina hérna forna siðmenningin sem er ennþá lifandi í dag á sama stað og myndaðist og er ekki búin að dreifa sér út um allt og þessi ótti reyndar við það að kynverjamenni leggja undir sig heiminn er alveg frálegt því að þeir hafa fast tækifæri til að gera það voru mongólar réðust þarna yfir lögðu undir sig hluta Evrópu og Kína allt en sko Kína er í eðli sínu og byggir á hérna grunnurinn og heimspekin, siðfræðin og svo framvegis, bara Lao Tse og Konfúsíus sem ég hvort ekki að þýtt, sko, að það er raunverulega siðfræði
Ég ætla að byrja því Ragnar að koma hérna aftur og þá munum við ræða hérna Kína í heiminum, bara koma sér fyrst. Gerum við það síðan. Því að við erum að tala Kína og það er óskup eðlilegt að það verði partur 1 og 2 allavega. Herðu, en það eitt í varðandi hérna, þetta með kommunismann og kapitalismann og kommunistaflokkin sem stendur fyrir þessari innviðu uppbyggingu og þessari umbreytingu á Kína. Einhver geti sagt að hérna að síðustu kannski 30-40 ár hafi flokkurinn sótt hérna lögmæti sitt í miklar efnaðslegar hérna framfarir. Og þú nefndir til dæmis mennina sem að þú þekktir sem voru sendir að leggja veginn þarna út í hálfgerðum óbyggðum, að þeir voru hérna ósáttur við að launin þeirra hefðu ekki hækkað hérna eins mikið áður var og þú varst að benda þeim á að það væri verið að lyfta upp þarna fjölda fólks í fátækt. Að þetta er svona dæmi að það sem að flokkurinn sækir ílega lögmæti sitt í að stýra í því hann skaffar. Og við höfum séð það í bara, mörg vond stjórnvöld hafa gert það. Ég mann til dæmis að fyrri hluta, eða svona fyrstu árum þessar aldar, þegar Erdogan var að koma sér fyrir í Tyrklandi og brjóta þar niður í hérna svona valddreifðara stjórnkerfi og náði undir sig, að þá var alltaf sagt, þú veist, ég meina hagvöxturinn í Tyrklandi er frábær. Og þannig hefur það verið, þannig var hérna Pútín náði völdum í Rússlandi með því að skaffa efnaðslegar framfarir. En svo er sagt, efnaðslega framfæri sem hafa verið í Kína að það er bara, þetta er ekki hægt lengur. Framtíðin mun ekki verða eins og nýliðin fortíð. Þannig að núverandi stjórnvöld í Kína vita það að þau mun ekki geta skaffað. Þannig að nú þurfa þau að herða tökin og þau ætla að herða tökin með aukni þjóðurniskend og að undirbúa það að auka afl eða vald stjórnvalda til þess að geta haldið völdum. Að við séum að fara að horfa á Kína, þú veist, að sömuleyti, við getum sagt svona breytum karakter. Hvað séu við þessari hugmynd? Já, ég hef heyrt þetta og sjálfur persónulega er mér ekki sérstaklega vel við mikla sterka þjóðuniskend. Ég er esperantisti og ég er umverulega alþjóðahyggju sinn og helst burt með þessi landamæri. Talar esperanto? Já, og þriðju kynslóð er esperantisti. Það er sko, réttlæting Kínverja á stjórn hefur alltaf verið frá því að sagnaritun hófst að hérna stjórnin skuli tryggja velsæld þegnana. Og þetta er í Konfúsíusi, kemur þaðan frá Konfúsíusi og er líka hjá Lao Tse sjálfur sér. Og er eldra því að hann bjó ekki, Konfúsíus bara tekur saman þessi stjórnmála heimspeki. Hún er allavega, þessi hugmyndafræði er að minnst á kosti 5.000 ára gömul. Á Vesturlöndum það að kjósa fólk til það sé einhvern veginn þannig sem þau verði leiðtogar, það er mjög nýtilkomið. Það er eiginlega eftir fyrir heimsstyrjöldina þegar þeir hafa búið að drepa svo margir í heimsstyrjöldinni að þá gerði englendingar bara hluta til viðbröð við Sovétríkjunum að láta þá 1 milljón eða 2 milljón held ég englendingar ungir karlmenn sem létust þá að þeir að vera að deyja fyrir eitthvað voru að deyja fyrir þá ríkið og þess vegna byrjuðu að kjósa. Þetta voru einmenningskjördæmi og eru einmenningskjördæmi áður voru það furstadnir sem ákvæðu eða barónarnir sem höfðu aðkvæði og síðan fjölgaði þetta fleiri eignamenn og svo framvegis og svo eitthvað tíma fengu konurnar í kjósa líka. Kínverjar hafa haft þessa sama mælikvarða fyrir réttlætingu á stjórn í allavega frá í 3000 ár. Sko sögulega þetta rekjaði 3000 ár og líklega lengur vegna þá er þetta til. Það er alveg ljóst að og það hefur oft verið skipt keisarættir sem ekki gátu tryggt velfarna íbúana í landinu og svo framvegis. Og þá var það náttúrulega þannig að fólk það hlýddi ekkit stjórnin ef það var þröngt í ári þeir voru ekki með embættismenn í öllu þorpum út allt land og í dag ef fólk ekki sátt við einhver ákvæmni kommunistaflokksins þá
þá snýr það bara gerir það bara ekki það sem þið er sagt að gera, þeir gera bara eitthvað annað. En ef þú hefur aflið og valdið þá getur þú neitt fólk til þess að... Já, það er ekki gert og það er hægt á því að væri hægt að gera það. Pútín var, ef maður rétt, þú nefndir hann var að kosin, sko. Hann er svona afsprengi lýðræðis í Rússlandi. En hann stjórnar, sko, sem ólíkard, sko, og er með valdbeitingu. Hann er kosin og hann nær viðurkenningu eða lögmæti með því að skila efnarslegum árangri og notar þá stöðu til þess að brjóta ég held, sko, Rússa bara kjósa Ivan Grimma, sko, það er bara þannig, þeir eru bara þannig þjóð og það er... Þeir myndu kjósa vondan leiðtoga? Nei, þeir voru bara að telja þá vera góða leiðtoga, Ivan Grimmi, Stalin og Pétur Mikli og svo framvegis. Það er áhrif líklega frá Mongólunum annars vegar og síðan frá Rússunum sem eru svíjar, sænskir víkingar sem stofnuðu Kiev og voru með þrælamarkaðar. Nei, það er það er eitt sem kínverskir stjórnmálamenn eða kínverskir komastoflokkur eru fullkomlega meðvitaðar að ekkert er til eilíðar. Og ég held, og enginn af æðstu leiðtogum Kína hefur nokkuð tíma talið að þeirra stjórn myndi endast til eilífðar. Því að það er náttúrulegt lögmál að það sem verður til, það mun líða undir lok. Þetta er raunverulega hluta þeirra eigin heimspeki. En það vil ekki gerist á þeirra vakt og lengstu markmið sem komastoflokkurinn hefur haft, sem er núna, það er 100 ára afmæli stofnunar kínverska alþýðulýðveldis sem er þá 2049 en þeir vonast auðvitað til að halda áfram en ef þið gera sig grein fyrir ef þið geta ekki treyst velsæld og friðsæld í ríkinu þá mun þeirra tími líðandi lok og það bara verður svoleiðis. Þannig að saga kínverska komastoflokksins í 1000 ára sögu keisaraveldi gæti verið bara 100 ár. Ég held kannski að það yrði hugsanlega 60 ára en það er náttúrulega liðið og mér finnst náttúrulega líklegra að þeir haldist eitthvað lengur. Má var heldtekinn þessar hugmynd að hvernig þetta komið vekk fyrir að flokkurum myndi falla frá völdum eða sem að stjórnvaldi myndi falla frá völdum eins og hefur alltaf gert sögulega. Og hann kom með hugmyndum að vera með stöðuga byltingu, það er að segja að forðast undan örlógunum. Það er kínversk orðið yfir byltingu er að missa umboðið eða missa örlögin til að fá að stjórna. Og hans aðferð var að þá gera æsa æskulna gegn valdhöfum og gera uppreist. Og Xi Jinping er með svipaða nálgun sem er að stöðugar umbreytingar og halda bara áfram umbreytingum og þá sé hægt að aðlaga sig. En ég held ekki að hann hafi trúið því að það verði endalaust sko, hvernig það verður. En það veit ekki hvert það liggur. En ef það tekst ekki að uppfylla þetta, þá mun komastoflokkunum missa völdin. Hann er að reyna að lappa upp rúlustiga sem er á leiðinni niður. Þú verður að halda þig áfram að ef þú stoppar að þá ferðu niður á botn. Herðu Ragnar, ég ætla að segja, nú höfum við hlé. Ég ætla að semja við því rétt á eftir að koma aftur og ræða Kína í heiminum og fleira sem við getum verið að ræða, gaman að fá þig. En ég ætla að benda hlustundum og áhorfendum á það að framundan er eitthvað allt annað mál sem við ætlum að ræða við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Það er bara til þess að halda sönsum. Við sjáum til hvað kemur á eftir. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, það hefur mikið verið rætt gæði skólastarfs síðustu misseri. Það er tekist á hvort við séum hreinlega með allt niður okkur, samanber frekar lagan árangur í PISA
hvort skólastjórnendur hafi engin úrræði lengur til að taka á ýmsum vanda eða hvort umræðan sé ósanngjörn. Nú, sumir foreldrar sem eiga börn í grunnskólum og flytja alldæmis milli hverfa eða landshluta, senda börnin í nýja grunnskóla, upplifa að gæði skólana geti verið mjög misjöfn. Og í því í rauninni ekkert réttlæti því í fullkomnum heimi tryggir hið opinbera jöfn tækifæri nemenda hvar á landinu sem þau búa. En heimurinn ekki fullkominn og stundum þegar umræðum þessi mál fer fram eins og maður fái annarkvort á sig þann stempil að vera ráðast að opinberi menntun með ómaklegum hætti eða þá að fólk snýst til varnar hinu opinbera með kjafti og klóm og grunar gagnrýnendur að ætla að grafa undan jafnaðarkerfi þar sem takmarkið sé einkarekstur. Nú til að ræða þessi mál og fleiri komin hingað Arnar Ævarsson, hann fyrrum framkvæmdastjóri Heimilis og skóla og hefur unnið við að meta skólastarf og öllum hnútum kunnugur. Vertu velkominn Arnar. Takk fyrir. Mér langar fyrst að biðja þig að bregðast við frétt sem í Mokkanum í dag þar sem rætt að fjöldi kennara nema ljúki sínu námi en kenni aldrei neitt, fari aldrei að kenna sem nú væga sagt þá frekar virðist vera vond fjárfesting og það mat einhverja sem Morgunblaðið að ræða við að það þurfa að senda kennara nema einhvern veginn fyrr inn í grunnskólana. Þetta eitthvað sem gæti haft eitthvað að segja? Ég bæta kerfið. Já. Að senda, þetta með að senda alveg rétt, margir kennarar sem fara nám og mennta sig og fara síðan annað, sumir fara inn í skólan og stoppa afskaplega stutt. Já. Ég held að meðal starfsaldur íþróttakennara til dæmis 2 ár held ég. Já. Það mikið álag þar. Já. Þannig að senda kennara nema fyrr inn í skólan, ég veit ekki, ég held að myndi frekar leiða af sér að þeir myndu hætta fyrir námið sko. Já. Það því að við verðum bara að horfast í augu við það að skólakerfið og ástandi inn í skólum gríðarlegu fjöldi veikindadaga hjá starfsmönnum og þetta mikið álag og umræðan erfið, ekki ástæðulausu. Nei. Það ástæði fyrir að við erum að ræða þetta og þannig að allt umhverfi skólans og öll umfjöllun og námi líka. Ég held að margir kennarar sem eru nýútskrifaðir upplifa sig sem vopnalausa, verkfæralausa, hafa ekki neina verkfærakistu til þess að sækja í til dæmis með aga, vandamál og ýmsa aðra þætti. Og ekki margt sem bendir til þess að grunnskólakennarar upplifi það þeir séu á milli steins og sleggju þessi bæði innan úr stofnuninni og utanfrá. Jú, það náttúrulega þrýstingur frá foreldrum og bara samtal og þar og stundum talað erfið samskipti milli skóla og foreldra. Stundum þetta bara óljós samskipti. Foreldrar að spyrja. Auðvitað einhverjir foreldrar sem eru mjög erfiðir. Aðrir mættu vera mun virkari og sama kennarana. Þannig að hvert voru konur áttur? Ég var svo líka innanfrá. Innanfrá, það líka. Bæði náttúrulega stjórnunar stíllinn inn í skólum. Hann mjög, það þarf að endurskoða það allt. Verkefni sem kennarar eru með á borðinu eru allt og mörg og flókin. Þá ég ekki að tala bara venjulegu skóladagur. Við takjum ekkert inni sem væri að koma til dæmis frá skólanum sjálfum eða sækja eitthvað fund og fylla upp í þess að 4-8 tíma á viku sem kennarar þarf að vera með sem skólastjórnendum og skipuleggja. Þannig að allt þetta svona þrengir að kennurum með mjög miklum hætti og sumir kennarar upplega þetta sem bara gera það verkum að það ómögulegt að sinna sínu starfi af fullum krafti sem kennari. Þannig að þrýstingurinn innanfrá og hann líka utanfrá. Ég held samt í þessu öllu saman, vandamáli liggur ekkert í kennurum. Það eru alland gríðarlega öflugir kennarar að leggja sig mikið fram og með miklu metnaði, búa til kennsluefni og annað. Það kerfið, það aðbúnaðurinn og það stjórnunin í kringu þá sem veiki parturinn í þessu öllu og við getum aldrei laga neitt ef við ætlum ekki að fara að laga það. Einmitt. Mér langar að nefna að það ekkert langt síðan þú varst í viðtali gæði skólastarfs eftir að hafa metið það sjálfur á Bylgjunni, ekki satt? Og þar komu orð eins og meðvirkni og metnaðarleysi framhjá þér og mat þitt að börn fái ekki þá þjónustu sem þeim ætlað í skólum
að sumir skólar setji hag stjórnenda í öndvegi en ekki barnana. Já, sko, þetta er þannig að skólastjórnendur ráðnir af ofta tíðum mjög pólitískt. Þeir eru tengdir mjög pólitíkinni. Skólastjórnendur ráða síðan aðstofamenn og kennara og allt þetta í kringu sig, sko. Þannig að ég er alveg aftur dottir út. Sko. Þannig að það er klíkuskapur í því? Já, klíkuskapur og þetta er áhrif og kemur aftur með spurninguna svo ná við fókusettu fyrst. Já, allt í góðu. Hvort staðan er svo að sumir skólar setji hag stjórnenda í öndvegi en ekki barnana? Já, einmitt. Þeir setja, sko, skólastjórnendur eru mjög hræddir við það að eitthvað þeirra skólastar birtist á fréttasíðum. Leki út. Já, leki út. Akkurat það, því að það er gríðarlega mikið og flóki og erfitt ástand inn í skólum sem stjórnendur eru oft gjörsamlega óhæfir í að leysa. Pólitíkin þrýstir mjög á þá bara að reka sinn skóla. Best er ef það birtist ekkert og kemur ekkert út. Þú veist að þetta sé bara dulið. Þrýstir pólitíkin á glansmynd? Já, þrýstir á glansmynd vegna þess að það er náttúrulega út á við að það kemur ykkur frétt slagt skólastarf í sveitafélaginu þá endar það á borði fræðslustjóra og þá á pólitíkinni. Þannig að það er búið út í þessa heilbrigðri og gagnrýni umræðu sem að þarf að vera á öllum vígstöðum til þess að lofti út. Algjörlega, og oft stundum eru skólastjórnendur konir í pólitíkina. Þetta þýðir það að þegar það á til dæmis að bæta aðbúnað, bæta eitthvað í skólanum, eitthvað sem á bara að vera samkvæmt lögum og reglum í lagi, þá veigrar ofta tíðum skólastjóri sér við að fara og ganga eftir því af fullum krafti. Það vantar miklu meira, nú er ég ekki að alhafa, sumstaðar er þetta þannig að sveitafélagi að styðja við skólan og þetta harmonera vel saman, en allt og mikið og í miklu meiri hluta er þetta þannig að skólastjórnendur eru einhvern veginn að passa þetta leki ekki út, þetta er allt í góðu hér í okkur, eða einhver agavandamál er eitthvað vesen og held bara að halda því alveg hljóðu og þetta er allt þannig. Og meðan þetta er svona, þá fær illgresi að vaksa út alla koppagrundir. Þannig er þetta. Og þetta segir þú, þetta byggir þú á reynslu þinni meðal annars inn í skólana, á heimsóknum? Ég hef verið í skólum, kent inn í skólum og verið inn í kerfinu. Ég veit bara Reykjavík til dæmis, þar nú bara pólitíkin bara eiginlega inn á gólfi hjá skóla- og frístundasviði. Bókstaflega. Hvernig pólitík? Já, þá ég að meina bara eins og þeir sem eru í fræðsluráði, þeir sem eru sá sem stýrir skóla- og frístundasviði, það sem er pólitískt, sko, formaður skóla- og frístundarás, mikið þarna inn á gólfi. Þeir sem tökum bara Reykjavík, þeir sem að meta skólakerfið, ytramat svo kallar sem Reykjavík að meta sem sjálfa sig, sko. Þeir eru stundum þá ef matsaðali væri, hann situr í þessu stól svo sem fer út að meta, en sá sem síðan í stólnu við hliðina á honum kannski sá sem að skipuleggja kerfið. Þannig að þú getur ímyndaði stemminguna ef þessi sem að meta færi og myndi skjóta allt niður sem maðurinn í stólnum situr hliðina á honum við skipulagi. Þannig að þetta er allt þessi flöskuhálsar og þessi ótti við að ræða þetta með opnum hug, með hvar við getum leita lausna og til þess að finna einhverja lausnir þá þurfum við náttúrulega að vita hvert við ætlum og hvort við náðum þangað. Og ef við vitum það aldrei þá náttúrulega erum við alltaf að gera bara eitthvað, sko. Maður heyrir á foreldrum sem flytja á milli hverfa eða landsluta eins og ég nefndi í inngangnum að sum okkar upplifa mjög mikið gæðamun á skólastarfi. Sum okkar hafa vondarsögur að segja af viðbröðum skólastjórnenda og misjöfnum viðbröðum til dæmis þegar uppkoma mál eins og eineltismál eða eitthvað svoleiðis. Er það ekki algjörlega óþolandi að þetta ójafnræði skuli vera í kerfi sem á að tryggja jöfnuð og hvað gæti skýrt þetta? Það er meðal annars matið, leið og myndu vera metaskóla og stefnur. Þetta er alveg árétt hjá þér. Við getum tekið bara það er bara út allt. Í Kópavogi til dæmis, eru skólar sem til dæmis starfsfólk leitar sérstaklega í, af því það eru skólar sem eru svo heppnir af skólastjórnendur og þá væntanlega kennarar sem eru að vinna þetta mjög miklu metnaði og að gera það. Það er nefnilega vandinn í þessu kerfi. Það eru sumir sem að gera þetta gríðarlegu metnaði, sópa því sem góðu starfsfólki, það er góð stjórnun og góðu starfsandi og góð samskipti við ytra umhverfi. Þar virkar þetta vel. Svo bara í næsta hverfi í sama bæjarfélagi er þetta akkurat dögt.
Það allt allt í hnút, mjög slög samskipti, mikil starfsmannavelta og málið það. Ég var að vinna í þessu kerfi og ég fór og stundum og sagði, það þarf að skoða eitthvað þennan, við þurfum að ræða, því ég átti bara samtal við stjórnendur, upplifur það að stjórnandi gjörsamlega út brunnin, búin á því, og nú vantar einhverjar hjálpir, bjargir. Það engin viðbrögð við því. Það ekkert mat í Kópavogi eru 10 grunnskólar. Það einn grunnskóli sem daginn, þeir ósku eftir að fá láta kanna hvernig innra matið væri starfrækt, sem svona hjarta og lunga skólans. Það var einn skóli í Kópavogi með starfrækt innra mat að þeim sem að þeirra mati sem mátu það. Ég þekki þennan skóla vel og ég myndi nú ekki flokka að hann væri með starfrækt innra mat. Ytra mati náttúrulega ekkert og þannig að þetta skilur við erum ekki að meta neitt, við höfum eitthvað yfirsýn, við erum ekki með samræmdpróf, einn skólinn gefur svona, einhvern annar gefur svona, einn í skólanu jafnvel tekur á agamáli með þessum hætti, meðan annar með þessum hætti skilur við. Það kom skýrsla út hvað fyrir 5 árum frá landlækni varðandi geðheilbrigðismál og viðbrögð skólakerfisins við þeim. Það virtu að vera ferlar og hvernig starfsfólk svona meðvitað þá. Það voru 50% af skólunum voru tæplega með einhverja ferla. En það voru bara 25% af fólkinu sem vissi að það væri til. Skilur við, þannig að við getum náttúrulega ekki búist miklu þegar að þetta svona. Og skólakerfi dálítið mikið þannig að skólastjórnin einmitt að bara reka þetta dálítið sem sitt fyrirtæki, græjar þessa starfsáætlun sem þetta ætti að vera unnin í sameiningu. Já, og skólanámskrá býr til þetta og svo bara allir að vera að vinna og þetta svona í raun og veru eins og bara 2-3 vinnustafir stundum skóli, sko. Það eru kennararnir í sínu, þeir eru rosalega stundum valdmikli líka í sömu skólum, búin að vinna lengi, myndast ákveðin hefð og þeir stýra þessu kannski meira og minna. Öðrum skólum þetta mjög opið og svona skipulagt, þannig að líka bara hvernig veturinn skipulaður. Það eru stundum skólar sem eru að brjóta þetta sífellt upp, þannig að nemendur ná aldrei einu rytma í námi. Og þetta geta skólar gert allt bara eftir sínu eigin höfði. Og það aldrei neitt sem segir, heyrðu, þetta virkaði, heyrðu, þetta var hæðilegt. Að því við höfum ekkert það, sko. Nei, veistu hvort við erum komin á þann stað núna að við getum séð það varðandi til dæmis bara umsóknir grunnskólanemenda, hvað var það framhaldsskóla, þetta orðið þannig að þeir framhaldsskólar sem mest sótt í að þeir komi mest úr tilteknum skólum og tilteknum hverfum vegna gæðamunnar í grunnskólanum, eða þekkirðu það? Ég þekki ekki svo mikið. Ég hef heyrt af því að þetta það þannig og þetta hefur áhrif á einhvern gjöf í skólum. Þetta aðalega hefur mikil áhrif á líðan nemenda, held ég. Og þessi pressa sem myndast svona heima fyrir og að nemendur á þessu, kannski bara hefur það komið í ljós út af upplýsingaleysi og slakri upplýsingagjöf til foreldra. Að barnið kannski búin að vera þessi 9-10 ári skóla og svo þegar kemur að og allt hefur litið vel út en svo stundum birtist það bara á foreldrum að nemandinn bara alltaf stað heldur en þessar einhvernir gáðu til kynna. Stundum hefur verið 9 kennarar með þessum krökkum umsjónarkennarar, skilur. Þannig að breyturnar sem geta haft áhrif á þetta allt sem eru svo gríðarlega margar. En lykil atriði eru þetta við metum og höfum skýra aðgerða áætlun, innlegum það sem við ætla að gera inn í skólakerfinu með einhverjum virkum og skipulegum hætti og skipulagt mat á því hvort að það sem við vorum að gera skila einhverjum árangri, skila þeim árangri sem við byggust við. Hvað mátti laga, hvað getum við unnið áfram með og svo framvegis. Þetta allt byggt á einhverjum einstaklingsbasis í dag. Í dag þetta bara einn og einn kennari, stundum rosalega áhuga sem skólastjóri sem ítir þessu áfram. Annars bara þetta einhverjar bara þú getur verið heppinn eða óheppinn, hvers barnið þitt lendir, sko. Já, það í rauninni ekki fyrir en maður, sko, fyrir en börnin okkar fara á milliskóla, það við flutninga og svona sem að, sko, áleitnar spurningar vakna. Og ég hef ég get upplýst það að ég hef átt sjálfur bara börn í leik- og grunnskólum nánast óslitið frá árinu 1990 og á enn barn í grunnskóla, þannig að þetta mjög löng saga sem að ég get vitnað til og
og það sem að svona hefur slegið mig mest í seinni tíð, það það sem að ég upplifi sem mun á gæði skólastarfs og hvernig bjargir sumra skóla verast meiri þegar kemur að fjárveitingum og þetta snýst ekki bara vilja eins og ég hef upplifað það, heldur líka bara mér finnst eins og að sumar menntastofnanir virðist hafa greiðari aðganga fjármagni heldur en aðrar til að bregðast við. En það nú kannski, þannig kannski komin utan við þitt sérsvið eða hvað? Nei, náttúrulega bara sveitafélögin náttúrulega fá penning til þess að reka þetta og þau eru setja mismikið fé, náttúrulega líka bara í aðbúnað og annað. Aðbúnaður í skólulandsins náttúrulega rosalegur sko, ekki til fyrirmyndar. Nei. Og þannig að þetta mjög breytilegt þetta mjög breytilegt á milli sveitafélag, auðvitað sum sveitafélög sem eru þá með færri skóla, kannski góða innkomu og geta haft eitthvað rými til þess að bæta betur í, þá sérstaklega kannski með aðbúnað og svoleiðis. Meðan önnur bara sína algjört metnaðarleysi og það verðist nú bara meira að vera kannski með þessi stærri sveitafélög sem sína algjört metnaðarleysi. Ég veit ekki hvort að sé að þessi auðveldar að tínast í fjöldanum þar, að það séu 10 skólar eða 30 eða eitthvað, að það sé minni fókus á það, sé meiri kannski fókus á 1 skóla í einu sveitafélagi og það sem fær meiri stuðning að því leiti til, að sérfræðiþjónustunni kannski meiri hér. Og gagnvart metnaðarleysinu ríkir meðvirkni. Algjör meðvirkni og feluleikur. Já, og það bara þannig í lögum, sko. Það var sett það er innramat og ytramat. Innramat og svo starfsáætlun og skólana, sko. Þetta svona innramat, starfsáætlun skólana, sko. Þetta svona hryggjastykki í skólanum. Innramat var sett í lög 2008 að allir skólar eiga stunda innramat. Þeir eiga að meta starfið sitt og þetta mjög vannýtt verkfæri hér að þetta er svona næring skólans, hjarta og lunga. Þau fá beint svona endurgjóða ef starfið gengur vel. Þetta var sett í lög 2008. Allir skólar eiga að stunda þetta. Það var fyrir það var ráðuneyti ábyrgt fyrir því að sveitafélagin þurfti að skila inn skýrslum að framkvæmt, fræðsluráð þurfti að fara í skýrslur sem við fengum frá skólanum að vera framkvæma innramat. Þetta var 2008, 7-8. Þau senda skýrslur og sendu nú ekki nema einhverju 30-40 skólar skýrslur. 75% minni með að veri, frekar en 85%, voru metin óhæf. Þessar skýrslu stóðust ekki þær kröfur sem ráðuneyti sett hvernig innramat var framkvæmt. Sko það gert þá. Nei. Þá var sá sem fór yfir í framhaldi yfir þessar skýrslur var fræðslustjórar sjálfur, bara fræðsluráð. Þeir þurfti ekki lengur að senda þetta niður ráðuneyti. Þrátt fyrir að 75 rúmlega voru búin að skila inn skýrslun sem stóðust ekki kröfur. Þá ákveður ríkið að segja, við nennum ekki að fara yfir þetta, það best að þið gera það bara sjálf. Þrátt fyrir allt þetta. Þetta náttúrulega alveg galið, sko. Þannig að skólarnir sjálfir, fræðsluráð og þeir sem bera ábyrgð á þessum málum með sitt mat, svo ytra mati sem náttúrulega vera eitthvað sem ríkið kemur, eins og í Hollandi, það hver skóli metin á 4 ára fresti. Þú getur farið bara inn á vef og séð bara góða skóla, slæma skóla. Þegar þú ert að velja skóla fyrir barnið, þá veistu nákvæmlega hvert þú ert að fara. Það stendur hvort hann sé góður eða slagur og það byggt á því að fara í mat, bóta áætlunin var gerð, skólinn var ekki að framkvæma hana. Þá fær hann bara stempil, þetta slagur skóli. Akkur að því við viljum ekki senda börnin okkar í þetta umhverfi. Það sú hugsun sem ríkir, sko. Þannig að, og þar fé með hverju barni, þannig að foreldrar náttúrulega vita þá bara þessi skóli slagur, ég ætla ekki að senda barnið mitt þangað, þá verður skólinn bara ef hann ætlar að vera áfram starfræktur, að laga sín mál, gera þessu umbótaáætlun, fylgja henni, það sé farið við það, þetta ekkert gert hér. Hér farið í eitthvað mat sem voru 4 skólar á ári á tímabili og ekki lítið undanfarn ár, gerð skýrsla, og svo eitthvað svona umbótaáætlun til, næstu sýndamennsku leyfi, að segja. Svo engin eftirfylgni í því. Samkvæmt rannsóknum með þetta lykilþátturinn að við ætlum að fá ytramat til að skila umbótum, þá það þessi eftirfylgni. Að þú eigir þetta samtali fólki á vettvangi, hvað hvað við þurfum að laga og svo farið í þá allir sem sáttu við það ferðalag sem við þurfum að fara í til að bæta þetta. Þetta ytramat. Það meira svona bara að vakta skilaskildun og skóla sig að gera sitt samkvæmt lögum og reglum
og við sem erum að þykja þessa þjónustu og senda börnum einhver skóla sé að fá það sem þau eiga að fá og þetta á að tryggja það. Það bara langur vegur að fyrstalega að það sé þegar að fara inn í skóla. Ég veit skóla og ég búin að ræða það við ráðuneytið og fóð með það pappir og búin að ræða þetta við allt þetta fólk, ráðherra og menntamálastofnun til hvað og hvað. Ég fóð með eina skýrslu sem bara alveg stakk svo mikið í stúf að skóli með 85% aðferð við það að svona fræðandi kennslu að sem kennarinn bara gamla leiðin upp á töflu og þylur yfir líðin enga spurningar, ekki þetta leiðbeinandi námi eins og við viljum og áverið aðgang það með yfir 80% af því og þannig nefninu bara 2 þætti úr þessu mati og svo var hann líka, það var yfir, ég held að það var 92% einstaklingsnám, þannig að í 90% tilvik að þau fari í 70% af kennslustundum í skólanum í 92% tilvika voru krakka bara að vinna ein og með sjálfum sér sem við viljum helst ekki og reyna að auka hitt eitthvað svona balans þetta sjást á vinnubröð alltaf líka og svo meira leiðbeinandi kennsla þessi skóli samt metin hæfur, fær grænan stimpil svo kallaðan frá menntamálastofnun á sínum tíma þegar þau voru að sinna þessu og bara skilaboðin sem vera send út í kerfið þarna fyrir kennara, fyrir alla og bara blekkingin að við sendum börnin okkar í skólan við treystum því að þau séu að fá þessar kennsluaðferðir og þessum aðferðum sem beitt af því það rannsóknir búin að sýna að það að virka sem best. Svo það ekki framkvæmt, stendur í skýrslu, en samt kemur skýrslan út eins og þetta sé algjörlega til fyrirmyndar. Þetta engum greiði gerður, þetta hreinn og beitt feluleikur og þolendur eru nemendur. Rökin fyrir feluleiknum hafa meðal annars verið þau þegar ég fengi grunnskólakennara hingað að rauðaborðinu til að ræða þessi mál og ég spurti út í gagnsæið að hverju fáum við ekki upplýsingar þetta, ekki foreldrar rétt á að vita þetta, til dæmis ef fjölskyldur að flytja frá Akureyri til Reykjavíkur á hún ekki að geta fletti upp hvaða hverfi hún velur sér út frá gæðum skólastarfs og þá fara sumir þeirra í ákveðna vörn og segja að það myndi bjóða, það myndi stétta, skipta samfélaginu og það myndi bjóða upp á fordóma fulla umræðu en maður má líka spyrja býtu hvort fordómar versus veruleiki hárrétt það og einmitt, fólk segir þetta þá séu við farin að dæma og þetta og ef veruleikin ömurlegur þá ekki bara málið að laga málið sjálfsögðu og börnin sem fari í skólan það sem þessi veruleiki ömurlegur hann verður það þegar þau koma þangað þrátt fyrir, ef við felum þetta og við erum ekki tala þetta, það engum greiði gerðu með því. Við erum líka það bara lítið þjóðfélag, við erum 350, 60, 70.000 að við eigum bara að vera það þroskuð sem þjóð að geta rætt þessi mál við viljum laga þetta. Ég vil að öll börn í öllum hverfum séu með bara sömu réttindi og sömu gæði í námi og fá sömu tækifæri til þess að vaksa upp í því umhverfi sem við erum að hafa stýra því. Þetta heimili og ólík og allt það. En En það svolítið stofnana menning síðar í tíma að breiða yfir og aðhafast ekki þegar raunverulega þarf að aðhafast vegna þess að ef þú aðhefst þá setur á stað einhver atburðarás og ég hef áður vitnað til þess að ég hef unnið á opinberu stofnunum fyrir á milli þess sem ég hef verið blaðamaður og bara tregðan að aðhafast hún bara að verða nánast innbyggð inn í sumar stofnunir og þarna erum við líka að tala börn, skilur við erum að tala barnir í 10 ári í grunnskóla og þetta mjög alvarlegt mál, þetta rosalega mikilvægu tími í lífi pass og þá verðum við náttúrulega að treysta því að allt sem að styðja við barnið og allt sem að koma því áfram til legs og nám og annað sé á þeim stað að við vitum af því líka annað, bara í skólinn sem þurfa stuðning og þetta samfélag sem þarf heilt þorp í þetta, gamla sagan, skilur þannig að þar sem foreldrar fá engar upplýsingar kannski réttar upplýsingar stöðu skólans, það náttúrulega erfitt alltaf bregðast við og vera styðjandi
Segjum að sé mikil eineltistíðni í skólanum. Ég veit skóla sem voru með yfir 20% tíðni eineltis. Maður vildi að það eitthvað gert, það var lítið gert. Þetta er mjög alvarlegt mál. Og þannig að svo kemur bara allt inn gerist eitthvað í skólanum, þá kemur bara kall upp, kannski í fjölmiðlum, þetta er búin að hræðilegt svona og ekkert að foreldra, þegar svo bekkjafélagar viðkomandi, fórnarlambs getur við sagt, þolenda eineltis, þau vissu ekkert af þess að því skólinn var aldrei að ræða þetta. Svo bara kemur þessi stóra sprengja og þá á allt í einu að reyna. En ofta tíðum bregst þá bara skólu við vörn, því foreldrar var reiðir og allt umhverfið var reitt yfir því akkur vissum við ekki af þessu. Akkur vissum við ekki af þessu að brjálu slagsmál út á skólalóða hverjum degi. Vegna þess að hvað gerist ef allir vita það, þá getur nú bara foreldrar sest niður með barninu sinu heima við kvöldi til og rætt skólan og hvernig við hegðum okkur kannski í samskiptum og hvað að gera svona, hvað getum við gert á þetta samtali skólan. En staðin fyrir að gera það, þá þessu alltaf haldið leyndu, það má ekki birta neina tölur. Það metið í skólapúls nú rúllandi gegnum alla skóla held í landsins meir og minna, sem má nú alveg skoða hvort það sé akkurat rétt af þá einu aðferð. Þar metið líðan og það verið að mæla frá foreldrum og það samskipti í bekk og það rosalega mikið sem við getum rýnt í og fengi ágæti stöðu ástandið bara í bekk 3B, skilurðu. En það bara ekki gert. Og það ekkert þessar tölur sem í skólapúls. Ég hef séð skóla sem hefur verið að birta svona einhvern veginn til að reyna að tengja þá mögulega við árangur að ef upplifun nemenda var mjög jákvæð gagnvart ykkur ákveðnu námi, ykkur ákveðnu fæi, þá gætu við sagt að það sé árangur þar liggjandi, En það náttúrulega bara algjör steypa, Við höfum ekkert bak við okkur þar, Og meira þess að getur það verið akkurat í hináttina að það ekkert gert og þeim finnst það fínt og þá þetta bara góðu tími. Þetta þurfum alltaf að rýna miklu betur og vinna með þessu gögn og eiga samtöl og segjum bara eins og í talandum innramati að það skóli kannski sem mjög slagur í lestri, í 3. bekk kannski, bara í þessum árgangi, mögulega bara hjá strákum, að þá hægt að setjast niður og setja ykkur skýr markmið, setjast niður með foreldrum þessa hóps og ræða við þau. Þetta við að fara að gera, þetta bækunir sem gott að við myndum sækja í, það mjög jákvæmt að reyna að tala, hvetjandi við barnið, búa til einhvern metnað. Það í skólanu þannig að það ótrúlega mikill fjöldi barna sem eiginlega ég næstu í leyfi mér að segja niðurlega á hverjum einasta degi. Að þau að fá verkefni sem bara enga veginn mögulegt og þau séu að fara að leysa út af því að kennslu hefur verið svo ábúnt á vand árin áður. Kennarar enga möguleika til þess að hafa þessa miklu yfirsýn. Erlendu börnin, þau náttúrulega bara tínast. Þó við sem að reyna að láta það líða vel með því að blanda þeim saman þá eru þau ofta að upplifa sig sem minnimáttar af því að þau stundu skil ekki, þau þurfa oftast að leita eftir stuðning kennara skilur. Þetta allt niðurbrjótandi Stundum þau jafnvel látin taka próf líka þó það sé jafnvel eitthvað aðlaga að þeim en að vera alltaf að fá kannski 2 og 3 af því að þú bara skilur ekki og umhverfið í kringu ekkert að bjóða þér upp og þú vaxir í því. Þá það náttúrulega skelfilegt, Og það tilfellið að ef skólastarf metið af einhverjum sem á að vera svona óháður og utanakomandi aðili, hann hittir 2 skólastjóra og annar segir það bara allt í frábæru standi hjá mér og ég bara rosa jákvæður og allir eru jákvæðir versus annar skólastjórnandi sem segir því miður þá eru við að klást við alvarlega vanda og ég að verða mjög þreyttur á því að okkur skortir fjármagn við okkur vantar resursa til þess að bæta þetta sá jákvæði sem breiðir yfir fær hans skóli betri einkunn í skólamati? Ertu með neyðramandi? Já. Ég held nú að það sé þannig að tengsl, við erum að hugsa þetta allt í samhengi, við erum í rosa litlu landi. Það fólk að fara í þessu ytramatildina, þessu voru verktakar oft sem voru fengnir í að fara bara fóru í eitthvað námskeið, ég veit ekki hvað lengi og einhver nokkri dagar, fóru svo tóku þessi viðtöl og skoðu.
í þessu litla landi eru tengslin gríðarlega mikil. Það er erfitt að fara hérna. Þú ert að vera með alveg þokkalega bara beinn í baggi og sterk bein til þess að fara í einhvern skóla og metan og segja bara hreinlega, þetta er langt frá því að vera nógu gott. Færi þá enga vinnu, verðtakavinnu næsta vetur. Nei, og settu bara útóldi. Það er líka... Það er náttúrulega ekki fyndið. Nei, og þú ert hérna... Það er ekkit vinsalt á sérta gagnrýna og það er... En við verðum að gera og ég gerði fyrstu rannsóknina í Ytramati hérna því ég útskrifaðist 2012. Hvernig var að virka viðhorf kennara og stjórnenda og hérna það var náttúrulega bara að minna að 7% af kennurum hefur verið metnir einhver tíman, veist, eitthvað komið inn í kennslustund og skoðað hvað þú ert að gera, 7%. Það var mjög mikil hérna ruglingur hjá það með einir og Ytramati að því fólk þekkir þetta ekki alveg. Þannig að já, það er mörg tækifæri til að styrkja þetta betur og gera þetta hérna. Já, þetta er með nokkrum ólíkindum að kynna sér sumt í þessum málum. Það er aðeins varðandi menntamála stofnun. Á hún ekki að vera einhvers konar fyrirbæri sem að veitir þessu gott aðhald? Miðstöð menntunar heitir held í dag, menntamálastofnun og hérna menntamálastofnun gamla var náttúrulega bara alveg út á þekju og hérna að því leyti til að það var erfitt að fá einhver stuðning hérna, námsefni var hérna ekki til að líka upp á þetta og veist, þetta var bara eitthvað gímaldinn þarna einhverstaðar út í móa sko og matið var rekið þar sko líka í fjöldamörg ár þetta Ytramat sko og síðan fært niður í ráðuneyti og nú búin að vera stopp þar síðan og flutt fyrir 2 árum held ég viðstu menntamála, jú auðvitað ætti hún að vera mun öflug, þetta er búin að taka rosalega langa tíma að koma þessu batteri í gang alveg rosalegan þau eru núna búin að vera mikið í þessum matsferill, já, þess að við fara að koma inn þessum mati. Annað held ég hafi nú bara lítið verið að gerast, allavega ekki birtist það ekki mörgu skólafólki sem svona eitthvað, ég bý að komið þarna stofnun sem er að fara að hjálpa okkur í að gera þetta almennilega. Ég held að það sé bara ekkert að fara að gerast með það. Ég bara vona þá innilega að hún fara nú að svona setja í gang og vera þá virkilega styðjandi en ekki bara svona kannski einhver vendarhanski fyrir ráðuneytið jafnvel að tengslin þar á milli eru gríðarlega mikil og ég spyr mig bara, veist, við verðum aftur sko, við verðum að tala þetta hreinskili, við verðum að tala þetta eins og þetta er það er engin, nú með að kennar ekki hoppa upp og segja að vera gagnrýna okkur, við erum alveg hræðilegir, það er ekki þannig þetta er aðalega kerfið og allt stuðningsneti í gegnum það og miðstöð menntamála og búin að taka hana rosalega tíma og óvirki fjölda ára má segja út einhverju innanbúðar ástandi sko. Ráðuneyti líka þá bara situr hérna kjört og gerir lítið sem ekkert sko. Þannig að auðvitað þurfa þessar hérna menntamálaráðuneyti miðstöð hérna menntamála að fara að hysja upp sig og taka utan hennar málaflokk. Það var fyrir farsaldar hérna lögin og það voru fjöldi funda hérna niður Hörpu, allir kennar af skólastjórnendur og skólafólk og allt tekið til. Farsaldar-lögin voru svona töfra orð sem að veifa. Og hérna það áttu allir endalösi fundir hérna niður Hörpu og alls konar. Ég bara er ekki að sjá neitt gerast í því. Og skipu síðan farsaldaráð, þá áttu að skipa farsaldaráð inn í sveitafjölög, fá hellinga pening hérna með sér, sko. 100 miljóna held ég að Reykjavíkurborg sé að fá önnu sveitafjölög, Kópavogur og annað, til þess að mynda þetta farsaldaráð, sem á svona taka utan það og gera þetta skilvirkt, að félagsþjónustan sé að vinna með skólaþjónustunni og þetta sé allt svona bara smúð, sko. Já. Það er bara... Ég hef ekkert heyrt meira á þessum farsaldaráðum, þannig að ég spyr mig líka með það. Og veist, það er ekki búin að vera samlandpróf í fjölda ára. Það er ekki búin að vera Ytramat í fjölda ára. Við erum hérna, veist, við erum á húrrandi niðurleið. Ég er ekki að vera mjög svarsýn, ég veit að PISA núna það kemur eitthvað í desember, að það verður alveg rosalegt. Slæmt því miður og við skulum hafa í huga að börnin eru bara rosalega, þetta eru rosalega flotti krakkar heilt yfir hér sem eru í kerfinu og hérna, en það er bara verið að halda þeim svo mikið niður, þetta er metnaðarleysi oft á tíðum, þessi krakkar það er verið að flækja líka hlutin alveg ótrúlega mikið inn í skólakerfinu
Þannig að við erum allstað að reyna að gera allt en erum kannski að gera bara rosalega lítið. Já. Hvenær varstu framkvæmdastjóri í heimilis og skóla? Ég var hérna 21-23. Já. Og eins og ég nefndi aðan þá sem sagt, þú nálgast þetta úr ólíkum áttum. Stærsta spurningin og náttúrulega svo mikilvægasta í þessari umræðu sem sannarlega er gagnrýnin vegna þess að við þurfum að ræða það sem að getur farið betur og með gagnrýni umræðu er óþarft að nefna að sumt er mjög vel gert eins og við höfum nefnt. En stærsta spurningin er hvað er til bóta? Hvernig sérðu fyrir þér að við getum komist út úr, sko þetta er sannarlega krísa, þetta er sannarlega kreppa, þetta er graf alvarlegt mál. Við höfum ekki sýnt því þá virðingu og athygli sem skildi. Við höfum látið marga aðila komast upp með ódýra orðaleppa sem að hafa fengið að ráða í umræðinni. Þegar ég stend fyrir gagnrýninu umræðum þessu mál þá nei, ég vil ekki einkavæða grunnskólana. Það er til hellingur af fólki sem er á einhverju miðjubili þarna, hvorki á þessum vagninni þessum sem vill bara aukið réttlæti fyrir samfélagið og meiri jöfnuð fyrir börnin. Hvað er til ráða? Það er það sem okkur vantar algjörlega er náttúrulega yfirsýn. Yfir bara hvað árangri eru að ná. Það eru stefna, það er skólastefna núna til 2030. Ég held að miða við það á að auka mat og auka alls konar þætti og þetta er ég held að það er nýbúið að hækka laun kennara vera. Já. En þetta, mun það skila sér í betur skóla? Já, skila sér held ég að það sækir meira fólk inn í skólan. Meira mennta fólk. Og er þetta þá hefur þetta verið mannöðs vandamál? Nei, ég held þetta sé stefna, það er fyrstulega óljós stefna, skólastefna, hún er rosalega opin. Við erum með skólanámskrá sem er líka svona aðalnámskrá sem hefur verið svona flöktandi og breytileg og stundum óljós. Við erum með námsmatið með óljóst. Við erum með gríðarlega flókið system inn í skólanum hjá vinnudegi kennara og skólastjórnendur eru líka bara það þarf að skerpa það miklu betur. Hvernig gerum við þetta? Við þurfum að náttúrulega meta á yfirvaldið. Við verðum að fá einhverja hlutlausa stofnun, eins og í Hollandi er bara sérstofnun sem er bara heitir Ytra mat, eru bara að fara í til þess að meta. Þar þarf að vera nákvæmlega skýrt tala hvað er að og hvað við erum að fara að mæla. Þarf þessi stofnun ekki bara að koma utan Íslands? Því það væri örugglega bara fínt. Og ég held að það sé jafnvel svona út frá fenginni reynslu jafnvel nauðsynlegt. Allavega ekki inn í þessum stofnunum sem eru að reka þetta batteri, ekki svona beintengsli það, vegna þess að þá er það bara virðist vera að fólk er að fela hluti. Annað, í þessum mati öllu, þá verðum við náttúrulega að tala um hlutina sem skipta máli. Við getum ekki verið að tína til í ytramaskýrslu að þessi styrkleiki skólans og skólastjórnandi hafi jákvætt viðhorf skólastarfsins. Er það ekki bara eitthvað sem við eigum að segja er núll, skilur, að því það er normal, eða ekki? Er það ekki? Eigum ekki? Það getur ekki styrkleiki. Styrkleiki að og alls konar svona hlutir. Þannig að við þurfum að skoða vel hvert eru að fara, hvað þurfum að laga, hverju stefnum að og hvernig ætlum að mæla þá hvað leið ætlum að fara í því, er hún raunhæf? Og ef það er ekki þannig þá þurfum við að tala um það. Sveitafélög þurfa náttúrulega að axla ábyrgð. Það þýðir ekkert að vera reka einhverja grunnskóla bara og reyna að fela yfir og koma svo á einhverjum tillitugum þegar vera að tala um mat á skólastarfi og þurfa að sína, við þurfum að árangranna. Þá koma sumir bæjarstjórar fram og segja, já, við höllum aldeilis að gera það og bara skila ekkert í því að það sé ekki svona. Mörg sveitafélög eru búin að setja boltan og allan ábera boltan dálítið mikið í hendur skólastjórnenda. Þeir hafa rosalega frjálsar hendur með að reka sitt skólastarf. Og sumum sveitafélögum eru að fara þannig að skólastjórnir hafa jafnvel meir og minna ráða yfir fjármagninu nákvæmlega í skólanum hvert það er að fara. Hvað þýðir þetta? Fræðsluyfirvöld í hverju sveitafélag er bara að kasta boltanum í fang skólastjórnenda. Þegar það kemur að því að það þarf að svara fyrir allt þetta, af því að það er að bara stefna í algjört hrun og við erum komið svo langt að við erum að fara að horfa því miður á það, tel ég. Þá held ég að það verði þannig að hverju sitja með þetta í hendinni, það verða skólastjórnendur. Þá segja fræðslustjórar og hinnir,
heyrðu, við erum búin að gefa ykkur allt þetta frelsi, alla þessa ábyrgð, alla þessa möguleika til að sigla þetta áfram, en þetta niðurstaðan. En gleyma því að það voru þeir sem átt að tryggja það að þetta væri alltaf virka með því að meta og halda utanum, að birta gögn, fá samfélag á hverjum stað til þess að vera þáttakandi í því að byggja upp góðan skóla og heilbrigt samfélag. Einmitt, sko, þetta við höfum aldrei átt betri börn, held ég, það sem ég fullir það, þetta eru yndislegar verur, vel upplýstar og við höfum aldrei verið með aðra eins menntun inn í skólakerfinu okkar. Það hlýtur að vera hægt að gera töluvert betur, þótt margt sé mjög vel gert. Ég hef orðið sjálfur í gegnum skólagöngu barnanna minna vitni að alveg stórkostlegum afrekum innan grunnskólana. Ég hef líka farið með barn í fyrsta kennaraviðtal, þar sem að barnið sjálft bar upp þá spurningu af hverju við værum með samræmt skólakerfi, af hverju foreldrarnir geti ekki bara kennt börnunum heima. Og kennarinn átti engin svör við því og sagði þetta væri alltaf flókin og stór spurning. Og ég hugsaði með mér, býtu, þetta ekki blaðsíða 1 ef þú ákveður að verða kennari. Og þannig að maður hefur orðið vitnað að ýmsu og náttúrulega sem blaðamaður í áratugunar ás að því nefndi einelti áðan, þá sumir upplifa algjört úrræðileysi í sumum skólum hvort einelti, á meðan aðrir hafa mjög góða sögu að segja. Þannig að við verðum að halda þessari umræðu vakandi. Hefur eitthvað fyrir þér með það að þegar þú spáðir því að PISA yrði? Ég hef nú bara það fyrir mig bara sem að búin að greina þetta skólakerfi, unni við það í fjölda ára, rýni í þessar tölur. Þú sér líðan, þú sér burnout, þú sér svo allar þessar neikvæðu tölur inn í kerfinu og þegar þú leggur þær bara saman og skoða hver svona vægi áhrifa þátt að þeirra á bara þennan framgang og hvernig málinu þróast, þá það bara þessi mynd sem birtist. Það bara þannig. Og þá alltaf svona 3 vikna krampakend umræða og svo bara búm. Svo bara búið og hvað gerir skólinn fer í vörn oft á tíðum sem ég með svo skrítið sko að þegar vera fjallum skólamál og mentamál og vera gagnrýna kerfið þá eiga náttúrulega kennar að vera hvað fegnastir því að vegna þess að þeir búa við þennan laka aðbúnað og úrræðaleysi og allt þetta. Þannig að vandinn liggur ekki á gólfi kennslustofunar, hann liggur í þessu skipulagi, hann liggur í þessu rammaleysi, öllu þessu óskýru hvað náði árangri. Það var lengi vel þannig að það voru þessar kennaraferðir með vinsalar, oft í Svíþjóðar. Kennarar fóru í svona ferð og menntaferð einhverja. Fínar og gefur innblástur og allt það. En í rosalega mörgum tilvikum þá var eitthvað sem, þetta frábært, ég ætla að gera þetta og svo að fara með þetta inn í skólan en málið að það og virkaði svo ekki neitt og eitthvað annað. Ofta tíðum var þetta út af því að þeir sem voru með þetta leggit inn í þessum skóla, því ellendis oft lagt mikil vinna í innleiðingu. Þannig að þetta virki, þannig að allir upplýsturinn sitt hlutverk og hverju markmið og hvert við erum að fara og hvað ætlum að fá út úr þessu. Þannig að þau hafa mögulega sett þar úti og þetta verður gerðin sem virkan svo bara alltaf í hverju flugferð komu 2-3 svona verkefni inn í eitthvað skóla landinu og svo var bara allir skólar fullir af einhverjum svona tilraunaverkefnum og engin vissi í rauninu endilega hver var hvert á markmiðið við, það var það að styðja við starffræði eða lestur eða akkur eru að gera þetta. Skilur, þetta allt rosalega óljóst inn í kerfinu. Þemavikur og svona og þetta allt, þetta verður líka að þetta vera gaman og allt það. En það ekkert gaman fyrir krakka að upplifa það að það sem við gera eiginlega tilgangslaust og jafnvel mjög óljóst. Þá bara bæði fyrir þau metnaðarfullu sem kom frá fyrirmyndarheimilunum og mikið stuðning og gott bakland og allt annað, þau líka bara dempast niður og missa áhugan á þessu. Og þess vegna það eins og OECD hefur sagt að á komandi árum, þá erum við bara að sjá þetta að fara að bitna hér á svona, hvað segjum vel með okkar þjóðfélags, skilur, hvernig þetta kemur til með að sigla áfram. Heldur betur. Arnar Ævarsson, kærar þakkir fyrir spjallið. Við ykkur, hlustendur og áhorfendur vil ég segja að við þurfum að ræða þessi mál betur og þið megið hafa samband við mig
ef þið hafið áhuga á að koma hér að rauðaborðinu og segja ykkar reynslusögur úr skólakerfinu, þá stöndum við opin fyrir slíkri umræðu. Við erum stöð almennings og við erum ekki hrætt við að vera róttæk og gagnrýnin í okkar umfjöllun, þannig að margt vel gert en við förum að ræða betur það sem að gengur ekki sem skildi. En takk fyrir að fylgjast með þessum þætti með okkur, ekki fyrir langt, við höldum áfram mér eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, þá það efnaðarsmálin, hingað kominn Þorvaldur Gylfason, prófessor. Trump náttúrulega að breyta heimshagkerfinu með einhverjum hætti, hann að leggja tolla á eða mikið að hóta tollum. Ef ég má byrja heima. Ég hef svolítið verið efins að það, hvort það séu 10% tollur eða 15% tollur, skipti svona miklu máli eins og af látið og virka svona á mig eins og þeir sem að munu þurfa að borga eða tollur leggst á og eru með útflutning til Bandaríkjanna séu nú bara svona í anda COVID-tímans að reyna að fá eitthvað út úr stjórnvöldum, svona einhverja sárabætur fyrir að hafa lent í þessu með einhverjum hætti. Ég geti trúið að styrki krónuna eitthvað dollar geti ég að vegið meira heldur en þessi munur. Þetta það sem að leggst sérstaklega á Ísland, og þá er ég ekki að tala hvað áhrif það getur haft á all heimsviðskipti, viðskiptastríð sem að gætu farið í gang. Bara þessi munur á hvort þessi 10 eða 15% tollur er þetta stórt mál? Já, sko 10% tollur eða 15% tollur hvar sem hann allt of hár. Tollar eiga að vera þetta 2-3% eða helst 1% og helst 0. Og þetta bókstaflega engin ágreiningur milli þeirra sem hafa skoðað sögu tollheimtu gegnum tíman. Það að segja þessi tollastefna Bandaríkjastjórnar, hún bara byggð á fásinnu, hún byggð á kunnáttuleysi, á fáfræði, en það engin málsmetandi maður í kringum forsetann í Hvíta húsinu. Það bara einn vitleysingur sem með fangelsissetu í farangrinum og sem lýgur upp nöfnunum og heimildamönnum sem voru ekki til og það á þessu sem að tollastefnan byggð. Það þess vegna sem að Kanadamenn eru búin að skrifa Bandaríkin út úr sínu handriti, búandi hinum megin við friðsamlegustu og sem segja fallegustu landamæri sem síðustu 100 ár kunna frá að greina. Þannig að ég ekki minnst að vafa það þessi tollastefna Trumps, hún verður dregin tilbaka bara leið og hann fer frá og kannski fyrr. En nú gerði það ekki í fyrri tíðans að til dæmis tollar sem hann hækkaði á Kína að ég held að Biden hafi nú gefið í eða einhver leyti. Já, og það voru mistök, það var bara í svo mörg horn að líta þá eftir heimsfaraldurinn og allt það. Það voru mistök. Tolla á bara aldrei að leggja á vegna þess að það ævinlega til betri greiðfærari og hagfelldari leið að sama marki. Og þetta bara einföld leksía sem allir sem hafa skoðað hagfræði kunna og eru þess vegna vel meðvitaður en þeirri bara þekkingu og þeim skilningi ekki fyrir að fara í Hvíta húsinu og Bandaríkjaþing bara leppur forsetans, líkt og Dúman leppur forsetans í Moskvu og þess vegna ástandið eins og það En nú hafa verið tímabili í okkar heimsluta þar sem að tollar hafa verið hærri heldur en undanfarin áratugi og
fólk og fyrirtæki lifðu það af. Já, en það var engin tilviljun að öll heimsbyggðin lagðist á eitt að draga úr vægi tollanna. Það var með sérstök stofnun starfandi í þeim tilgangi á vegum Sameinuðu þjóðanna og hún náði góðum árangri og þetta var hæg og sígandi barátta vegna þess að það er alltaf staðbundnir hagsmunir bundnir við tollheimtu og bundin við það að standa í vegi fyrir lækkun tolla og það er þess vegna sem að tollasamningar, þar á meðal taldir samningar niðurfellingu tolla eru tímafrekir og viðkvæmir og þetta skýrir þau þetta hvers vegna það hefur ekki verið gerður nema lítið brot af þessum viðskiptasamningum tolla sem að Bandaríkjastjórn hefur lofað gagvart 90 löndum hringinn í kringum heiminn. Og þetta er einhver mesta bommerta, þetta er einhver mesti sjálfskaði sem að nokkurt vitiborið stjórnvald hefur lagt á sitt fólk og sína nágranna og sína vini, látum mynda óvini liggja milli hluta. Þetta er algjör bommerta hvernig sem á litið. En ég ætla að reyna að spyrja aftur innan úr svona einhverjum trumpisma ef ég kann að orða það. Þeir getur orðað þetta sem svo að lækkun tolla á síðustu áratugum bætti hag fyrirtækjaeigenda en gróf undan lífskjörum víða í Bandaríkjunum í einum svokölluðu riðbeltum þar sem að lækkun tolla leiddi til þess að störf voru flutt úr landi til Kína og mikill innflutningur kom á móti og lífskjör verkafólks í Bandaríkjunum stöðnuðu og sem hefur haft gríðarleg áhrif á bandarískt samfélag, hefur minnkað traust á samfélaginu og traust á framtíðinu og stjórnarstefnuna og þess vegna eru tollandi sem að þú ert að dásama, sem er lækkun tollana, leiddu bara ekki til góðs fyrir mig og mitt fólk, getur ykkur sagt. Nei, en þessar hörmulegu afleiðingar sem þú lífsir í riðbeltinu, þær stöfuðu ekki út af fyrir sig af lækkun tolla. Þær stöfuðu af því að það voru liðkað fyrir auknum heimsviðskiptum án þess að gæta þess sem bara grundvallar atriði í hagfræði alþjóðaviðskipta að gera eftir megnið það sem hægt var til þess að bæta þeim sem að báru skarðan hlut frá borði skaðan með því að búa til ný atvinnufæri í nýjum greinum og svo framvegis. Við tekjum þetta bara heiman þegar Síminn hélt innreið sína til Íslands að þá voru símstöðvarnar mjög mannfrekar. Það þurfti eiginlega konur til þess að þú konur venjulega til þess að manna bara hvert símtal fyrir sig og svo var þetta gert sjálfvirt og konurnar þurfti að snúa sér öðru en þær fengu færi á því að snúa sér að öðru. Það eru þessi færi sem hefur vantað í Bandaríkjunum og það bara vegna bara hugsunarleysis. Menn áttu að skilja það að þegar heimsviðskipti breyta leikreglunum á heimavelli þá þarf að gæta þess að þeir sem að verða undir fái önnur tækifæri í nýjum atvinnugreinum, færi á því að flytja annað með auðveldara hætti heldur en ella og þannig bara þarf að vera sterkt almannavald, hvort heldur staðbundið eða á alríkis vettvangi til þess að greiða fyrir þessum umskiptum og það var þetta sem vantaði og þetta helst í hendur við þessa gríðarlegu aukningu misskiptinga sem hefur átt sér stað á sama tíma í Bandaríkjunum og sá ferill hófst í kringum 1980. Ef að þessi leið sem ég er að lýsa að almannavaldið reyni að milda áhrifin sem fylgja aukinni hagkvæmni í krafti heimsvæðingar viðskipta að þá hefði misskiptingin einnig vaxið miklu minna ef hún hefði þurft að vaxa yfir höfðu nokkuð skapað hlut. En það sem að gerðist að ávinningurinn af auknum heimsviðskiptum færðist til þeirra sem að áttu fyrirtækin. Já.
Þeir sem eiga fyrirtæki, þeir vilja ekki almannavald, Þorvaldur, verið að segja þér. Þeir vilja ekki sterkt almannavald. Þannig að þessi breyting leiddi til þess að líkundur á því almannavaldið mundi stíga inn í og bæta kjör fólks á riðbeltunum, ekki bara í Bandaríkjunum, við erum með riðbelti í norðurhéruðum Englands og í Frakklandi og Austur-Þýskalandi og við erum með riðbelt út allt. Já, en stjórnendur stórfyrirtæki eiga ekki að ráða löggjöfinni, þeir eiga ekki að ráða lífi fólksins. Hagurinn rennur til þeirra á ráða. En það gerðist fyrir önnur alveg hreint voðaleg mistök sem urðu í Bandaríkjunum, að vísa ekki fyrir 2010, að það er þegar að Hæstiréttur, bara hægri sinnaði stjórnmálamenn í skikkjum, dómarar, bara ákveða það að það ígildi mannréttinda mega eyða eins miklu fé til stjórnmálastarfsemi eins og stjórnandi fyrirtækjana listir. Og þannig var peningum bara veitt fráls aðgangur að stjórnmálalífinu í Bandaríkjunum. Þannig að starf stjórnmálamanna breyttist úr því að hlusta á kjósendur og þjóna hagsmunum þeirra yfir í það að eyða 3 eða 4 vinnudögum í hverju viku í að sníkja peninga af fyrirtækjum til þess að fjármagna næstu kosningabaráttu. Og kosningabaráttu til þings er háðið í næstu samfleyt því að það eru þingkosningar samkvæmt stjórnarskráni á 2 ára fresti. Og þetta er voðalegt. Hæstiréttur Bandaríkjanna ber mjög þunga ábyrgð á þeirri hnignun sem við erum að horfa upp á í Bandaríkjunum. Hnignun sem lýsir sér í því að meiri segja, háttsettir stjórnmálamenn og fyrrverandi forsetar í Bandaríkjunum eru byrjaðir að kenna bandarískt stjórnarfar við fasisma. Sem hefði verið óhugsandi fyrir 15-20 ára. Og ég ger ekki lítið úr alvarleika þróunan í Bandaríkjunum, en við sjáum sambarilega stöðu til dæmis í Englandi, Bretlandi, það sem eru riðbeltin og það sem hafa verið skilin eftir og það veldur stjórnmálalegri óreiðu, getum við sagt. Já, hliðstæði villa þar. Já, og raunverulega í Frakklandi og við getum labba bara á milli landa og það væri. En ég ætla aðeins að halda áfram að því einu sinni var hagfræði og stjórnmálafræði eiginlega sama. Segjum að við séum valkosti þeirra sem eru í riðbeltunum. Það er valkostur Þorvaldar að alþjóða viðskipti lágir tollar en síðan sterkt almannavald sem að kemur í veg fyrir að samfélögin brotna undan. Já. Við erum með raunveruleika dagsins sem er alþjóða viðskipti og lágir tollar og brotin samfélög. Og svo erum við með The Good Old Times, Make America Great Again, það sem störfin voru í okkar sýslu. Og það voru jáfnvel verkamanna fjölskyldur sem gáttu lifað af einum launum og við lifðum í þokkalegu öryggi og höfðu trú á framtíðina. Af þessum 3 kostum að þá finnst mér þetta nú bara pie in the sky eins og þið segja í Bandaríkjunum sem að Þorvaldur er að bjóða upp á. Það er búið að koma alveg rúturnar af stjórnmálamönnum sem er búin að lofa mér þessu og þetta kom aldrei. Þannig ég ætla að kjósa þetta sem að hann Trump er að bjóða upp á að fá störfin aftur og reisa Bandaríkin aftur eins og þeir. Já, það er tálvon. Bandarískt efnahagslíf mun vera farið að sýna mjög alvarleg veikleikamerki strax á næstu mánuðum. Ég veit ekki hvort mann gerir sig grein fyrir því að straumur ferðamanna til Bandaríkjanna hefur snar minkað. Ekki bara frá Evrópu og Kanada heldur allstaðar að. Og all þjónusta við ferðamenn, hún mun hala inn miklu minni tekjur heldur en ella og þetta er þegar komið fram í því að á fyrsta ársfjórðungi þessa árs að þá óx landsframleiðsla í Bandaríkjunum 3% og bjánarnir í Hvíta húsinu börðu sér brjóst og sögðu þarna sjáu þið. En ástæðan til þess að landsframleiðsla óx 3% var svo að innflutningur hrundi. Og innflutningur er frádráttarliður í landsframleiðslu tölunum. Og innflutningur nú eftir að hrynja miklu meira vegna þess að bara tekur tíma fyrir þá sem að reka hótel og samgöngufyrirtæki og svoleiðis að sjá það og færa þeim til bókar hvernig tekjur þeirra af samgöngum og ferðarþjónustu hafa snarminkað og þetta er bara lítill partur af þessu. Við þetta bætir svo að þessir misháu tollar á innflutning frá tugum landar hringir í kringum heiminn, þeim eru þetta bara leggjast ofan og vöruverðið í Bandaríkjunum og þá hækkar verðlag og meðan það er að gerast að þá eykst verðbólgan þvert á það sem að forsetinn lofaði bara alveg án umhugsunar og bara þessi teikn munu hrannast upp á næstu misserum, jafnvel næstu mánuðum
og þannig að það verður mjög erfitt fyrir ríkisstjórn Trumps og republikana að standa frammi fyrir kjósendum haustið 2026 í næstu þingkosningum. Og þeir munu skítapa þeim kosningum. Efnahagsleg stöðnun og verðbólga. Já, nákvæmlega. Og maður heyri það svolítið í umræðu um pólitík í Bandaríkjunum. Það hefur verið mikið talað um verðbólgu og kannast umræðu um hvað eggin kosta og eitthvað fleira. Þannig þetta er verið að byrta svolítið í svona, hvað við segja, svona venjulegri stjórnmálaumræðu. Já, en við það... Huggur fólks að það sé svona affordable, að það sé hægt að lifa sómasamlegu lífi í borgum eða stórum svæðum. Og kallaði mig nú of bjartsýnan. Já. En ég hef efasemdur að Trump forseti endist út þetta kjörtímabil. Og það stafar af því sem ég ætla að segja þér núna. Sko mörgum okkur það ráðgáta hvernig áttist getur staðið að maður eins og Bandaríkjaforseti gat yfir höfuð náð kjöri. Sumir segja hann hafi stólið kosningunum, láta það liggja milli hluta, þessum síðustu. Mörgum það ráðgáta hvernig sko kristilegi armur republikanaflokksins sem telur 2 milljónir manna sko horfir í gegnum fingur sér sko í sambandi við öll hneykslismálin öll kynferðisbrotin og skandalana og svo framvegis. Það verður nú að skjóta inn að þessi hópur hefur nú þurft að fyrirgefa sínum predikurum annað eins. Segðu, en svo bara eitt sem hefur gerst og sem breytir öllu. Og það það að þegar þessi kynferðisbrot sko beinast að börnum, að þá algjörlega nýtt uppi á teningnum. Og það þar sem að heitustu stuðningsmenn republikana í þinginu og í Hvíta húsinu eru byrjaðir að draga línu í sandinn. Og þetta bara gömul leksja, það hefur gert bara tvisvar á Íslandi að ríkisstjórn hefur rökklast á lýðveldistímanum frá að vegna hneykslismála og annað var hrunið og hitt var mál með barnaníðstengingar manstu og það innan við 10 ár síðan og þessu munu Bandaríkjamenn finna fyrir á næstunni þannig að ég á hálfvegis vona á því að Trump verði settur stóllinn fyrir dyrnar áður en kemur að næstu forsetakosningum 2028. Hann geti fallið á Epstein-málinu. Já. Á móti segja menn sem svo að þessi armur sem vill breyta bandarísku samfélagi afgerandi og hefur til dæmis náð yfirtökum í Hæstarétti og vill eiginlega breyta Bandaríkjunum, vill auka völd fylkjana til þess að þau geti þróast, dregið úr réttindum samkynnaðra og eitthvað fleira, vilja bara afgerandi breytingu í samfélaginu. Besta tæki sem þeir hafa til að ná fram þessu breytingum Donald Trump og það svo mikilvægt tæki í þeirra höndum að þau þessu öfl munu horfa í gegnum fingur sér. Ég efast að þau treysti sér til þess að horfa í gegnum fingur sér þegar barnaheill af þessari stærra gráðu í húfi. Þarna skilur milli feiks og ófeiks sýnist mér í ljósi reynslu. Hann getur fallið í þessu og svo var það líka þannig að eins og efnahagur hefur svo mikil áhrif í pólitík allstaðar og ekki síst í Bandaríkjunum að þegar efnahagurinn versnar að þá verður fá svona mál stærri vængi. Já. Því að sömuleyti gætur sætti við eitthvað ef hann skaffar okkur bara efnahagslegan ávinning eða efnahagslega framfarir að þá sættum við okkur við ýmislegt en þegar það ekki að þá verða kröfunar herri. En með þetta gerist ekki að þá náttúrulega ekki hægt að bara horfa fram hjá því að sjónarhóli okkar Evrópubúa eru bara Bandaríkin hrokkin upp á standinum. Þau eru bara gengin úr skaftinu og þetta skapar alveg ný viðhorf í Evrópu. Eins og sést til dæmis á því að stríðið í Úkraínu með Bandaríkin svona veik og vaklandi að það var til þess að Finnar og Svíar gerðu það sem var talið bara óhugsandi fyrir 5 árum. Það er sko mjög ólíklegt. Gengur bara eins rætt og þau gátu þessi lönd inn í Atlantshafsbandalagið. En Atlantshafsbandalagið er náttúrulega bara deild í Pentagon. Já.
Það má segja það. Hefur verið það? Já, en Finnar og Svíjar ganga þannig inn í þeirri von að þau getur stuðlað því að Evrópa leysi til sín ásamt Kanada fórustilhlutverkið í NATO. Og það sem þau eru hugsað bara þetta sko sameinuð stöndum mér eða eins og Kanir segir there is safety in numbers og eftir alveg sömu brautum fyndist mér eðlilegt og líka beint við að Norðmenn og Íslendingar gerðu það eins hratt og þeir geta að ganga inn í Evrópusambandið ekki til þess fyrst og fremst að njóta sko kostana sem að því kunna fylgja sko í efnahagslegu tilliti eða í pólitísku tilliti heldur bara með varnarhagsmuni sína fyrir augum. Myndu líta svo á að úr því að Bandaríkin eru gengin úr skaftinu hversu lengi sem það endist þá verða Frakkar og Þjóðverjar og Pólverjar og Ítalar og Spánverjar að leysa til sín forystuna fyrir NATO og við þurfum að fá að vera þar í skjóli líkt og Danir og Eystrasaltslöndin smá ríki í Evrópu eru þar áfram í skjóli og bara samstaðan sem að ætti að vera þeim ríki í huga og þess vegna spá ég því eins og þetta verður annars spádómur minn í þessu spjalli að eftir þingkosningarnar í Noregi næsta mánuði verði stutt í það að Norðmenn haldi þriðju þjóðaratkvæðagreiðslur málið og þar hafi já síðan sigur og Norðmenn verði gengnir þarna inn á næsta ári og þegar fréttir það berast hingað heim að þá munu þeir sem að vilja gera þetta hér heima líka, þá munu þeir segja að nú ekki lengur eftir neinu að bíða. Og það stendur ekki þegar Noregur farin. Já. Hérna en... Það er bara það heldur það að bara vera við borðið, vera sem næst arninum að þegar mikil hætta og stendur frammi fyrir okkur núna einkum í Úkraínu og einnig vegna þess hvaða ólíkinda tól stjórna Bandaríkjunum hún steðjar að okkur. Og sko Valtýr Guðmundsson sagði það einn af mínum eftirlæti stjórnmálamönnum aldamóti 1900. Hann sagði það tónmál að tala sjálfstæði handa Íslendingum ef þið get ekki varið því sjálfur. Og eigum þess vegna ekki að sækjast eftir því, nei auðvitað ekki, auðvitað eigum við að sækjast eftir sjálfstæði, en það var það hann sem lagði grundvöllina heimastjórninni. En við þurfum að gera það bara með því að semja varnir okkar við góðviljaða og stóra og sterka nágranna. Og það er nákvæmlega þetta sem Íslendingar gerðu á 20. öld. Nú geta menn haft ýmsar skoðanir á NATO, ég meina Bandaríkin hafa hegðað sér mjög illa víða heim sko á löngum tíma, en eftir stendur að ekkert NATO og land hefur orðið fyrir njaski, ekki nokkur tíman og í þeim skilningi hefur NATO staðið sína blikt gagnvart aðildarlöndunum og það er þess vegna ekki uppi svo skoðin í neinu NATO-landi að rétt sé að fara þaðan út, heldur þvert á móti standa lönd í biðröð eftir að fá að komast ángað inn, þrátt fyrir delluna sem er veður uppi í Bandaríkjunum núna og það er vegna þess að við menn bara treysta því að Evrópa láti það ekki gerast að NATO fari í súginn bara út af einum vitleysingi sem er kosin forseti Bandaríkjana. En ástæðan fyrir að ekki hefur ráðist á NATO-landi er líklega hernaðar máttur Bandaríkjana. Já. Evrópa hefur ekki verið í stöðu til þess að verja sig sjálf. Svo í Evrópu eru náttúrulega alls konar væringar og við getum spurt Pólverja að því hann vil ekki eiga sína varnir upp á Þjóðverja. Hann segir bara nei takk. Hann segir nei við viljum treysta á Bandaríkin. Nei þess vegna þarf að vera fjölskipa stjórnvaldi í forystu fyrir NATO. Svo stjórnmálalega umræða og stjórnmálalega þróun hefur nú eiginlega búin að vera á salti í 20-25. Já en hún er núna farin að geisa aftur sko þó hún fari ekki hátt eins og sækistanda en það bara sér hver sjálfa sig í því sko það bara hlýtur að vera. Sko lykillinn að veru Þjóðverja í Evrópusambandinu er þessi sem er Helmut Kohl kanslari lýsti svo fallega. Hann sagði við göngum inn í Evrópusambandinu með allri þeirri fullveldisfórn sem að því fylgir af því að við viljum vera með aðra höndina bundna á bak fyrir aftan bak af því að við viljum ekki að nágrannar okkar þurfi aftur að óttast yfirgang Þjóðverja. Og þetta er heitt fallega og virðulega sjónarmið sem að Þjóðverja lýsa fyrstir manna en sem einnig sko er ríkt í
í frökkum og þeim öllum hinnum. Það er að segja nú eru allra þessar þjóðir komnar í mikla hernaðar uppbyggingu og þjóðverðinni líka og mest. Ég veit það. Þeir vilja ekki hafa hendina bak fyrir aftan bak. Jú, í þeim skilningi að þeir get ekki tekið ákvarðanir sko, um hernaðarbröld nema að fengnu samþykki hinna. Það er það sem að málið snýst ekki bara þeir, heldur Japanar eru að herrvæðast líka. Þetta er alveg svakalegir breytingar sem hafa verið að gerast út af þessu stríði. Ok, hérna erum við aftur með heim sem er eins og Þorvaldur telur og villan þróist til Evrópa. En Evrópa í dag birtist ekki alveg svona. Til dæmis í tollasamningum eða tollasamningum við Bandaríkin. Það sem að Evrópa þótti bara að kyngja því sem að fyrir var lagt. Ótrúlegt smjaður í kringum Trump á NATO-fundi þar sem hann var kallaður Big Data og ég veit ekki hvað og hvað. Það var hryllilegt að horfa upp á þetta. Já, víst er það. Niðurlæging fyrir Evrópa. Og það suminleiti þá er þetta líka staðan, sko. Að Evrópa er hálfunguð. Hún var svo háð Bandaríkjunum að eiginlega búin að vera eins og leppríki Bandaríkjana, stuttstefnu Bandaríkjana var þetta Ísrael, stutt Bandaríkin hér og þar og þegar að kemur í ljós að það er ekki hægt að treysta á mannin í Hvíta húsinu, að þá kemur í ljós að Evrópa er kannski, bara þarf að fara eiginlega í tímakenslu til þess að ná aftur einhverjum svona burðum í pólitískri umræðu sko framtíð sína og ég veit að það er engin vandi að spyrja við Bandaríkjamenn, hvernig finnst þér að samband Bandaríkjanna við Rússland eigi að vera svona eftir 50 ár? Þú getur ekki spurt neitt í Evrópa þessu. Menn get ekki bara hort út fyrir bara hörmungar dagsins. En á móti þessu kemur, ef við reynum að líta á björtu hliðina, að þá er mjög skýr meðvitund að verða til í Evrópu nauðsyn þess að fylla skarðið sem að Bandaríkin eru byrjuð að höggva og kunna skilja eftir sig og við í smáríkjónum á útjárunum, við þurfum bara að vona að það sé rétt. Sko, við meðum ekki gleyma því að Evrópusambandið byggir fleira fólk heldur en Bandaríkin og Rússland til samans. Því að hvers vegna skildi Evrópa þá ekki geta haft samskonar fælingarmátt eins og Bandaríkin. Þetta er eiginlega eitt af undrum nútímans. Ef við hefðum verið, segjum að við hefðum verið 95 og verið að velta fyrir okkur framtíð Evrópu og svo myndum við skutlast hingað til 2025. Við erum hissa á því hvað Evrópa er veik. Evrópa hafði miklu hærri drauma eða sýn á því að hver ætti staða Evrópa vera í efnaðaskerfinu, í pólitíska alheimspólitíkinni. En Evrópa er bara ótrúlega veik. Já, og það sem bara gerist er það að það kemur Evrópuþjóðunum í opna skjöldu að kaninn skuli ganga úr skaftinu og það kemur líka í opna skjöldu að Rússar skuli með hernaðaróbeldi reyna að breyta alþjóðlega viðurkenndu landamærum í Evrópu. Þetta er það tvennt sem hefur gerbreyst og það bara hlýtur nema Evrópa sé algjörlega sofandi og heiladauð að framkalla algjörlega nýja hugsun þar. Og eitt þeirra evrópsku stjórnmálamanna sem talar einna skýrustu máli þetta, það er Sikorski, utanríkisráðherra Póllands og hann fer á milli fjölmiðla og lýsir þessu og hann er bara vaxandi forystumaður í sambandinu og hann hrífur menn með sér. Þannig að ég spái nýjum tóngangi í málflutningi forystumanna Evrópusambandsins á næstunni. Ég hefði viljað að það gerist fyrr. Ég geti játað það hér að ég hef ekki verið jafn áhyggjufullur yfir þróun heimsmála síðan ég fór að fylgjast með þeim fyrir 60 árum og von mín er núna bundin við Evrópusambandið að það taki sér saman í andlitinu úr því að ég get ekki lengur treyst Bandaríkjamönnum og Bretum. Eitt sem hefur verið bent á í sambandi við þessa tollastefnu Trumpa, hún byggja okkur misskilningi afl Bandaríkjanna í alheimskerfinu fyrir svona
í gamla daga, gömlu góða dagana frá sjónarhóli Bandaríkjanna, þá hafa Bandaríkja verið bara allt 40% af heimshagkerfinu. Þeir eru bara, ég man ekki hvað talan er núna. 15%. Og Rússlandi 3%. Já. Þannig að til dæmis hótunin gagnvart Indverjum að fara með tollana úr 25 í 50, að þetta bara virkar ekki. Þetta mun ekki hafa þau áhrif að Bandaríkjunum takist að þröngva sinni stefnu upp á ríkin, nema kannski eitthvað svona veikríki sem eru mjög lítil og eru ótrúlega háðum, ég veit ekki, kannski Bangladesh eða eitthvað, en varðandi Indlandi og Kína og fleiri svona stærri ríkjum, að það mun það bara ekki virka. Nei, ég er sammálað þessu. Ég byrti grein í útlöndum fyrir 20 árum þar sem ég spáði því að Indland færi fram úr Kína. Indland var þá miklu fátækara. Og þessi gamli spádómurinn er svona smásamlega að rætast. Indverjar eru orðnir fleiri en Kínverjar og lífskjör í Indlandi stefna nær lífskjörum í Kína, en svo eru merkilegi hlutir að gerast í Kína núna sem hafa ekki náð inn í fjölmiðlana nema litlu leyti, og það er meðal annars sú kenning að opinberar hagtölur í Kína séu upplognar að mjög miklu leyti. Svipað og Trump vill hafa í Bandaríkjunum. Já. Og láttu nú ekki bregða. Þeir sem hafa skoðað þetta vandlega, þeir segja Kínverjar er ekki 1,4 miljardar. Þeir eru innan 1 milljardur. Það er búið að ljúga 400 til 500 milljónum Kínverja inn í statistíkina. Til hvers? Vegna þess að það eigur álit Kínverja að vera fjölmennasta land í heimi, og nú eru þeir ekki einu sinni með þessum upplognu tölum, ef þær eru upplognar í fyrsta sæti, því Indverjar eru komnir fram úr þeim, en bara virðingin fyrir tölum í Peking er eins og virðingin fyrir tölum í Hvíta húsinu núna, að þessu er haldið fram á fleiri sjálfstæðum fréttamiðlum. En New York Times og Wall Street Journal þegja þetta þunnu hljóði. Við vitum að Kínverjar ljúga til hagtölurnar, landsframleiðslu og þess að vegna þess að það eru til aðferðir til þess að ganga úr skuggum þetta með því að taka myndir af rafmagnsnotkun, einhverjum næturlagi, og það er tölfræðilegt samband milli raflýsingar og umfangs efnahagslífsins sem hægt er að styðjast við, og menn sjá bara að tölurnar efnahagslíf Kínverja og raflýsinguna, að það er ekki samræmi milli þeirra, og þannig vitum við að Kínverjar hafa séð sér hag í því að segja hagvöxtinn hjá sér vera sem mestan og lífskjarabótina sem allra mesta, en þegar þeir sem að kunna þennan samanburður raflýsinguna leggjast við málið, þá bara sjá þess á samvælst þetta eru skrifaði greinar í fræðitímarit í Ameríku og Evrópu, þá sjáum við það bara að þetta er ekki rétt. Þannig við vitum það að kínversk stjórnvöld ljúga til þjóðarsreikningana, og af hverju skyldu þá ekki ljúga til mannfjöldan líka? Ég ætla ekki að fara með samtalið út í Móa, en einu sinni vann ég með manni sem sagði að Íslendingar væru 1 milljón, og nú, akkur heldur það? Ég sé bara innflutningin á sykri, það er ekki, þá voru við ekki nema eitthvað 200.000. Þetta er svipað mælingar, en kannski vísindalegri, þetta eru vísindalegri mælingar. Þetta er ekki... Raflýsing hefur breiðari skírskotun eftir að sykurat. Herðu, en hins vegar er afl Kína kannski, það fer ekki fram hjá neinum. Þú þekkir vel til í Afríku og þannig að fyrirferð og Kína, ég verður rátt. Já, og það fyrirferð Kína og ris Kína er náttúrulega eitt af undrum okkar samtíma, eitt af undrum sem hefur gerst á þínu líftíma. Mikilvægt. Þannig að það er gríðarlegt afl þarna. En það ég heyri marga vera að tala upprisu Indverja og það er gaman að hlusta á það, því að þá eru menn líka að draga fram svona hvað er að segja, seglu menningarinnar og hvað þarna hefur verið öflug menning í langan tíma sem er oft einkenni þess að geta tekið á breytingum og eftir sem hefur verið sömu rök og voru notu oft við Kína, að þau getur haft þennan styrkleika. En það sem ég var að spyrja að Trump ætlar að reyna að þröngva vilja sínum með afli Bandaríkjanna, og þú ert með efasemdir um það að þau hafi þetta afl til þess að geta þröngvað Kína, Indlandi.
jafnvel svo bara Indónesíu og svo Brasilíu eða við getum bara að tala þessu lönd. Þá gæti þetta leitt til þess að það yrði frekari svona umpólun á valdi í heiminum og viðskiptum í heiminum frá Bandaríkjunum og yfir til svona það sem kallað suðrið. Hefur þú trú á því að við séum að lifa þannig umpólun? Já og nei, sko, ég hef búin að leggja fyrir því 2 spádóma í þessu samtali og þá þarf maður eiginlega að hafa á 3 ekki. Ég spái því að það sé stutt í valdarlok bæði Sisi forseta í Kína og Pútins forseta í Rússlandi. Þannig að þangað til við sjáum hvort að það rétt hjá mér, þá finnst mér ástæðulaust að mynda mér skýra skoðun af því hvað gerist ef að þessir skúrkar frá að valsa áfram lausir, sko. Það getur líka komið eitthvað verra í staðinn. Já, það gæti gert það. Þú sagðir það á. Ég er björnsinn, já. Það hefur verið valdaskiptið að koma eitthvað skára. Já, vegna þess að það er mjög sterk stjórnarandstaða sem leynist bak við tjöldin bæði í Rússlandi og í Kína og bara eins og atvíkin hafa þróast að þá bind ég vonir við að hún geti náð árangri á báðum stöðum. En nú má það vera, það eru valdaskipti í Kína og jáfnvel í Indlandi og Rússlandi en það skiptir í sjálfu sér ekki miklu máli í þessu samhengi sem ég er að segja að öxull heimsviðskiptanna sé að fara frá Bandaríkjunum. Já, óhjákvæmilegt. Já, hvað? Og það verður þá náttúrulega allt önnur veröld sem við búum í. Já. Og það er ekki endilega sko öld Asíu, heldur, það kemur að því, ég hef sagt, það er langt skeið sko, það kemur að því að öld Afríku rísi upp sko. Heldur þú lifir það? Ég ætla að verða allra kalla elstur og erðnastur, þannig að... Þetta er næstu tilvitnum í Mandela sem er in our lifetime. Já, ég held að verði byrjuð áður en ég hrekka upp á sko. Og það er bara svo margt að gerast þar enn og það er svo margt sem að sko byrgir fólki sín á þær framfærir allar og sko Afríka getur gert það sama á Asía gerði. Svo Jeff Sachs félagi minn, hann lýsir þessu og gert það í margra ára skeið. Það er raunum fyrir ekkert sem að ætti að valda því að Afríka geti ekki rifið sig upp á hnakkadrambinu eins og Asíulöndin gerðu. Og það sem þarf til er bara að það séu búin til sko, og rétt skilirði til þessu og veljist til fórustu menn sem hafa skilning á þessu eins og gerðist til dæmis í Singapúr og í Kína undir stjórn Deng Xiaoping. Bara Afríka þarf þess konar fórustu og það er ekkert langt í að hún geti risið upp í fjölda landa. En það sko áætlunin Afríkusamband, hún er á teikniborðinu, að vís og með stundatöflu öllu, það bara gengur of hægt. Þau eru með þess að búin að velja nafna og sameiginlega mynd Afríkuþjóðana sem á auðvitað að heita Afró eins og klippingin og það er nóga fórustumönnum í tugum þessara landa sem hafa skilning á þessu og vilja gera þetta. Svo þurfa þau bara að berjast við hagsmunahópa sem að vilja halda áfram að kynda undir ættbálkadeilur og svoleiðis og halda áfram að berjast upp á líf og dauða náttúruauðlindir og þess að þar. Og svo bara spurning sko, hvernig valdatafli milli þessara tveggja fylkinga fer og ég hef trú á því að góðu gæði vinni. Ég geti flutt þetta lýsinguðina á hvað þarf til þess að Afríka saminist yfir á Evrópu því að þar eru líka kannski ekki blóðu átökum auðlindir en þar eru hreppshöfðingjar sem að vilja ekki minnka völd sín. Já, mikilvægt sko. Nú bara eins og Íslandi, hringinn í kringu landi. En það er held ég minni háttar vandamál þar sko. Evrópa gekk svo bjóð svo hnútana að umráði yfir evrópsku náttúruauðlindum eru á einni hendi, sameiginleg, að Kola- og stálbandalagið frá 1954 sem var undanfari Evrópusambandsins. Þannig var stillt til friðar og komið yfir fyrir að Þjóðverjar og Frakkar færi aftur í stríð vegna deilna það hver ætti að taka stálið og kolinn. Og þetta tókst á þessu fullu skilningur og svo bara þróaðist það yfir í samstarf á miklu fleiri sviðum. Og þetta þarf Afríka að gera líka. Sko, bara eitt. Ef það tekst að ljúka virkjun Kongófljótsins
sem öflugasta fljót heimsins og svo vinna vel á veg komin. En bara Kongó ræður ekki við það eitt, það þarf að fleiri til þess að koma að því og kannski þarf nokkurn veginn fullbúið Afríkusamband til þess að ganga frá því. Að þá þetta að búa til með þeim vatnsaflsvirkjunum rafmagn sem dugir til þess að raflýsa alla Afríku og eiga afgang handa Evrópuð öðrum. Og þá fyrst verður loftkæling á viðráðanlegu verði í boði handa afrískum vinnustöðum og heimilum og þá breytist allt eins og í Singapúr. Lykillinn, ef ég á að svara því í einu orði, sagði landsfæði Singapúr. Lykillinn að því hvernig okkur tókst að færa lífskjörin úr sárri fátækt upp í allsnægtir á 50 árum var loftkæling. Og loftkæling í Afríku innan seilingar. Þegar ég tek leigubíl í Afríku, þá spyr ég hérna leigubílstjóran loftkæling hjá mig þar? Og hann segir alltaf nei og ég spyr af hverju. Það bara vegna þess að hún svo dýr, hún myndi hækka húsnæðiskostnaði hjá mér meir en helming. Meðan loftkælingakostnaður í okkar heimsluta, hann 3% af heildarkostnaði. Og virkjun Kongófljótsins myndi gerbreyta þessu. Og þá bara verður til ný Afríka. Og Halldór Laxness skildi þetta, einhver fallegasta ritgerðir hans fyrir 100 árum, hét Raflýsing sveitana. Hún fjallaði nákvæmlega þetta, það var víst ekki loftkæling, heldur bara ljós á veturinn sem hann var að lýsa eftir. Og það tókst, honum var hlýtt. Einhver umhverju sinni geti fengið áfall við að tala loftkælingu því að það ofta getið sem dæmi en þú ert að reikna með því að þetta komi úr endurnýjanlegri orku Kongófljótsins. Herðu, við erum að tala breytingar í heiminum og það eru svolítið breytingar í íslenskri pólitík sem hefur verið svolítið afhjúpuðust í sumar sem eru einhver svona, ég veit ekki hvað þessi vorleysingar, einhver getið sagt það, þetta væri bara merkju það, allavega gnýsti mikið í einhverjum jökum, svona, það var eins og svona gamlar valdablokkir væru að emja. Heldur að við séum í einhverjum slíkum að það sé að stjórnmálun í Íslandi séu að breytast? Það blása nýjir vindar með nýju fólki í nýri ríkisstjórn sem að ýmsu leyti lofar góðu frá mínum bæjardyrum séð. Ég tel samt að ríkisstjórnin hefði orðið á skissa núna fyrir þingloka. Forsætisráðherra átti að rjúfa þing og boða til nýrra kosninga í haust. Hvers vegna? Vegna þess að stjórnarandstöðuflokkarnir 3 þeir afhjúpuðu sig sem óvini lýðræðisins með þessari makalausu málþófsherferð í þágu málstaðar sem vitað að innan við 3/4 þjóðarinnar fylgir og ekki nema 7/7 þjóðarinnar fylgir ef við tökum mark af þjóðaratkvæðagreiðslunni nýju stjórnarskrána 2012. Og þess vegna átti forsætisráðherra að segja, hér stöndum við frammi fyrir óvinum lýðræðisins og það vandi sem ekki bundin við Ísland. Við þekkjum þetta frá Ungverjalandi og núna meira að segja frá Bandaríkjunum. Við verðum að leyfa fólkin í landinu að segja álit sitt á þeim átökum sem að hér hafa staðið í þinginu. Og ef þetta hefði verið gert, ef við varum að fara að kjósa í september, að það hefði cirka 10 þingsæti flust frá stjórnarandstöðinni yfir til ríkisstjórnarflokkana. Og hvers vegna þau neituðu sér þetta, þrátt fyrir frómar ábendingar mínar málið í opinni dagskrá, ég skil það ekki til fulls. Og ég óttast að það sé bara til marksum þetta gamla svona klúbb viðhorf á Alþingi að þú veist að rugga ekki bátnum of og eitthvað ég óttast það því höfðu kaupbæti geta gengið frá staðfestingu nýju stjórnarskrána líka geta nota tækifærið. Þetta var bara mjög einfalt. Það var öll þjóðin sá að þingið var að stjórnarskrána var að verða sér til langvarandi minnkunar með því að afhjúpa sig í þessu máli sem að ríkir einhugur meðal þjóðarinnar og þá áttu bara að segja nú bara staðfestum við stjórnarskrána eins og hún var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 með einföldum meiri hluta rúm þing, nýja kosningar í haust
þar sem við munum standa miklu sterkar en áður og þá bara samþykki við nýju stjórnarskrána öðru sinni eins og gamla stjórnarskráin kveður á og málið list. Og þau köstuðu þessu tækifæri frá sér og það harma ég. Það ekki flokkur á þingi sem er með þessa áherslu á nýju stjórnarskrá? Nei, en þau áttu bara að sjá sér leik á borðið þarna. En upplifirðu það að gömlu valdaflokkarnir séu að missa völdin? Já. Og hvernig þá? Já, bara þeir ganga erinda ólígarkana í sjávarútvegi, bara alveg leynt og ljóst. Og tekst ekki að klæða það í einhvern búning þannig að almenningur styðji það? Og þeir reyna það ekki. Þetta er bara allt á varinhillinni. Þeir bara vinna fyrir þetta fólk. Já, þetta er bara allt á varinhillinni, alveg eins og hneykslismálin í ríkisstjórn Trumps í Bandaríkjunum eru öll í opinni dagskrá. Það er ekki eins og þeir reynd að leyna neinu nema núna í þessu nýja barnaníðsmáli. Það er fyrsta skipti sem það reynd að leyna einhverju sko. Og undir þessum kringustæðum að þá eru gömlu valdaflokkarnir búinir að skera sjálfa sér niður við drog og ég get ekki sagt að ég harmi það í ljósi sögunar. Það mun breyta samfélaginu? Já. En þá þurfa menn að skilja það að þeir þurfa að nýta færin frekar en að rugga sér áfram í gömlu fari af einhverjum ástæðum sem að ég skil ekki fyrir. Það hefur nú verið enginn af íslensku stjórnmálum svolítið að segjum til þess út frá svona sjónarhól samfélkingarnar að það borgar sér ekki að reka láta knéfylgja kviði í bumbuna á sjálfstæðisflokknum vegna þess að þetta verður nú kannski samstarfsflokkur okkar í næstu ríkisstjórn. Já, það held ég sem að kann að skýra það hvers vegna þau lögðu ekki í að rjúfa þing núna. Það var bara misráðið. Sjálfstæðisflokkurinn hefði mist mörg þingsæti ef það hefði verið kosið aftur í haust. Bara skoðan kannan sína það alveg og ekki verður vilst. Þorvaldur, alltaf gaman að fá þig hingað til að tala um pólitík og efnahagsmál. Kæra þakkir. Þakka þér. Við ætlum að halda hérna áfram síðan við rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Þorvaldi og öllum gestum sem hingað komið. Birni Þorláks fyrir að hafa tekið viðtöl og Sigurður Magnúsi fyrir að hafa sagt fréttina með okkur. Pétri Fjellsteð og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafið setið eða staðið eða hlaupið eða labbað og verið að hlusta á þetta spjall okkar og breytt þessu samtali yfir í fjölmiðlun. Ég minni á að það eru áheyrendur sem hafa byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þeim líkar og þá fer fólk og finnur okkur. Við getum fundið okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarann, spilari.is er á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Það eru nú með 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í viku, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Það sem drífur samstöðun áfram er fyrst og fremst sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur sem að telja að samstöðun sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi og vilja leggja samstöðunni í lið. Það kostar 2.750 krónur á mánuði að borga grunnáskriftina, margir borga meira og flestir þeirra sem hafa gert áskrifendur, flestir þeirra, hafa kosið að láta áskriftina renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og eiga þar með samstöðuna í félagi með öðrum. Þetta er tilraunaverkefni sem við erum að búa hérna til, bæði hvernig við búum efni til en líka hvernig við byggjum upp fyrirtækið, hvort það sé hægt að það sé til fjölmiðl og umræðuvettvangur sem eru í eigu áhorfenda og áheyrenda. Það væri vonandi að það tækist að byggja það upp.
ef þú hefist þetta að vera snjöll hugmynd og vilt kannski að þessi fjölmiðlar og umræðuvettvangur sem ekki bara eigu einhverja ríkara kalla, þá ættir að slást í hóp áskrifenda og fara inn á samstöðum.is, þann hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráð þig í hóp þeirra sem bjóða upp á efni samstöðurinnar dag eftir dag. En takk fyrir í bili, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst við aftur hérna á morgun klukkan 8, að þá verða fréttir sagðar á samstöðinni. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.